vinnu, þú ert líka góður að borða. Fá þér Ómar. Ég ætla ekki að fá mér í beinni, ég fæ í tennurnar, setja maður niður með þær, svo ég sjást betur. Það sem ég ætlaði að segja. Þú kunnir að berjast og það er það sem Álftanesingar þurfa að gera í kvöld. Þeir þurfa, sko, Arnar Lerner er þetta náttúrulega mjög vel þannig að þeir vinna ekki grunnvinnuna sína. Síðan, þótt mér leiðilegt að sjá, sko, gardana hjá Álftanes ekki stíga inn frá þryggjastalínunni. Ég myndi vilja sjá Hörð, ég myndi vilja sjá Justin James frákasta töluvert betur heldur en það verið að gera. Þessi leikur, sko, mun ekki ráðast á stærðinni á Tindastóli, sko. Mér finnst vanta stærðin í hjartað hjá Álftanesi í síðasta leik. Og ég er alveg 100% á því að þeir hafa farið yfir þessu sömu klippur og munu bæta úr þessum leik. Sjá hérna myndbrot af Justin James. Þú vilt líka sjá hann aðeins vera harðar í þessum leik. Miklu harðari. Þið sjáu þarna, það kemur smá bump, hann klikkar á layupinu, kemur hérna, sé bara nákvæmlega sama bump hinum megin og stólarnir klára sterkt í gegnum þetta. Hérna Justin James, þú veist, af hverju hann alveg láta Jax er ekki frægur fyrir að varna maður, hann er bara að leyfa honum að bulli sér þarna, hann er bara að leyfa honum að ýta sér, þú veist. Ég veit að Tindastól eru sterkir, stórir og sterkir strákar, en þú getur ekki leyft þeim bara að ýta þér, þú setur þetta upp í hendur á hann, þeir verða bara að býta frá sér, vera sterkari. Sko, svo erum við með Justin James, við erum með Lukas Palica, Haukur, Hörður Axel. Þeir voru allir oft þegar kemur á skotum í síðasta leik og hann má ekki endurtaka sig. Nei, og enn og aftur hugsa maður, það er ekki hægt að eiga verri skotleik, þannig að ég held að þeir þurfi einhvern veginn að horfa bara á þennan leik rosalega jákvæmt af því að þessi hluti sem að þarf að bæta eru ekki flóknir. En ástæðan fyrir því að af hverju Álftanesi komið svona langt hérna úrslitakeppninni er út af því að leikmenn eins og Haukur, Lukas, Justin og Hörður eru búin að spila frábærlega eftir áramót. Þeir voru ekki svona sterkir fyrir áramót og þeir hafa ekki neinan, þeir hafa ekki buffer til að vera allir slakir. Þeir verða eiginlega allir að stíga upp á hérna tærnar og eiga frábæra leiki til þess að halda áfram þessari sigurhefð sem þeir eru búin að gera þetta eftir áramót. Já, Ómar, þetta er vel mannalið, það er breytt í þessu liði, þó og Kekki sé ekki með, það eru fullt af flottum körfuboltamönnum í þessu liði. Það er bara mjög mikil breytt og mjög mikil, sko, þú veist, sum lið lifa á þryggjastæðarskotum eða bara á döð eða eitthvað svona, þú veist. Mér finnst Álftanes vera svona hæfileikaríkt. Mér finnst þeir vera svona high IQ-lið, þeir taka mikið að réttum ákvörðunum. Í þetta skiptið fannst mér þeir láta Tindastól ýta sér aðeins svo mikið úr sínum aðgerðum. Mér fannst þeir vera að stoppa á vítalínunum til að taka svona stutt og jumpera of mikið. Þú veist, Haukur og Justin James hafa verið duglegri við að keyra á körfuna. Mér fannst þess að það væri bara eitthvað svona smá skrekkur í Álftanes. Eins og þeir væri að trúa umfjölluninni sem er í kring. Tindastól er svo stórir, þeir eru svo sterkir að þeir einhvern veginn urðu hræddir við að ýta þeim í frákastum og urðu hræddir að keyra á körfunni. Þú veist, þeir þurfa ekki að vera hræddir. Þeir unnið á síðast bara mjög vel, sko. Það er ekki nema einhverja 6 vikur sem þau spiluðu við á áður þegar þeir unnu Tindastól. Ég get alveg vel tekið það. Já, menn sem mæta ekki hræddir hingað í kvöld, það eru stólarnir og Benedikt Guðmundsson er þjálfari þeirra. Við skulum aðeins heyra hvernig hann ætlar að koma sér í 2-0. Benni, risaleikur hérna framundan. Heldur að vera erfitt fyrir þína menn að skilja þennan frábæra sigur í fyrsta leiknum eftir þegar þið mætir á völlinn í kvöld? Ég vona ekki náttúrulega, en menn hefur vita að hver leikur á sitt líf og það sem gerist fyrir einhverjum dögum er bara búið. Það er bara nýr leikur og þú veist, maður veit aldrei hvernig hann mun þróast, þannig að þetta er bara ákveðin 0 punktur að byrja þennan leik. Það byrjuðu gríðarlega sterkt fyrir norðan. Það lítur að vera eitthvað sem að þú hefur lagt mikilvæg á í kvöld líka að mæta krafti alveg frá fyrstu mínútu. Já, ég meina við erum búin að sýna okkur sjálfum hvað getum við öflugir þegar við erum hérna á einum okkar en ég held að Álftanes er mikið inni frá síðasta leik og þeir töpuðu fyrir Njarðvík með 30 eitthvað og komu svo hingað á heimavöllinn og kláruðu seríuna, þannig að þeir hafa verið óbærslega flottir hérna á heimavölli og við skítöpuðum hérna í þessu húsi síðast, þannig að við þurfum að hafa toppleik til þess að vinna á hérna. Lokum og Kekki er að hitta upp, varstu með plan fyrir bæði leik án og með hans? Já, sjálfsögðu, bæði fyrir leik 1 og núna leik 2, þannig að það þýðir aldrei að mæta bara með 1 mann í leik og þetta er alltaf að vera með nokkur, þannig að það er ýmislegt sem getur komið upp og við erum alveg viðbúnir að hann sé að spila. Takk fyrir Benedikt, gangið vel. Hemmi, þú þekkir Benna vel, hann er alltaf með 2-3 plön. Já, hann hefur verið með það svona í gegnum lífið, þess vegna er hann bara eins og hann er og það er alltaf, þú verður að gera það því að
leikur Álftnesinga breytist mjög mikið án OKK og þeir þurfa að bregðast rétt við því hvort hann ætlar að hafa starra line-up á móti eða að fara hans í læra line-up og reyna að spila hraðari leik, þannig að þú þarft alltaf með plana B og jafnvel C. Ómar, við erum mikið að fjalla þessi stóru stráka, þessi nöfn hjá stólunum, en það einn leikmann sem bara búinn að vera til fyrirvendar allt þetta tímabil. Sigtryggur Arnar Björnsson hefur heilt yfir verið bara frábær allt tímabilið hjá stólunum. Bara stórkostlegur og svona, þú veist, það vita allir af þessum stemningsþryggjastega skotum hjá honum og þú veist, ef hann svona dribblandi fyrir utan tegin. En síðan hann búinn að vera virkilega sterkur fyrir stólana líka varnarlega. Mér fannst hann vera að gera Justin James rosalega erfitt fyrir í síðasta leik og var fyrir utan þessi skot sem við erum að ná hjá honum sem náttúrulega þegar hann dettur í þessa geðveiki þá haldi honum enginn börn. En þetta ekki bara leikmaður sem spilar öðrum einu á vellinum. Hann algjör hundur í honum varnarlega og hann búinn að vera stórkostlegur í þessari úrslitakeppni. Og þetta líka strákurinn sem kveikir í salnum, Hemmi. Algjörlega, og punkturinn sem Ómar kemur með þarna varandi vörnina það að hann getur líka kveikt í sínu liði varnarlega. Því hann byrjar að taka bakgrunn hinu liði mjög hátt upp á völlinn, getur auðveldlega eftir vegna hann mjög hraður. Hann ægir auðvitað svona fröðustu bakverðir í þessari deild. Þannig að akkurat hann svona á allar helmingum hann að sprengja þetta. Ómar, það annar strákur sem búinn að vera einn með betri leikmönnum stóla á þessu tíma, Dieter Dion Beisel, og hann náttúrulega búinn að vera magnaður og hann á það í pokaðunum, hann búinn að skora flest stigin fyrir stólana í úrslitakeppninni. Já, bara, þú veist, hann náttúrulega bara arkitektinn að þessu, finnst mér að þessu liði, og það alveg ótrúlega miðað við þá erlendu leikmenn og íslensku leikmenn gæðin sem í þessu liði, þá myndi maður halda að þetta ætti að vera auðvelt, en eins og við sáum til þessi á Keflavík sem var með rosalega mikið gæði í sínu liði, það bara gekk það ekki upp. Þannig að þeim vantaði haus, þeim vantaði leiðtoga. Basíl sá leiðtogi fyrir Tindastól, það hann sem eiginlega stjórnar þessu og býr til, finnst mér, þetta kremmisti sem búið að vera. Þessi maður búinn að vera lengi á Íslandi, í íslensku deildina og veit nákvæmlega hvað til þarf til þess að búið til gott lið. Nú bara spurningin, veit hvað til þarf til þess að vinna, til að klára seríu eins og mót Álftanesi. Hemmi, þetta líka strákur sem þekkir deildina svona vel. Hann búinn að vera þetta í 5-6 tíma. Sem mjög mikilvægt og hann hefur alltaf verið að skila góðum tölum og verið ógnandi og eftirsóknir eftir hver tímabil af liðum í deildinni skiljanlega því að menn vita að hverju þeir ganga og þegar þú búinn að spila þetta í þennan tíma og búinn að fara í úrslitakeppnina 2-3 sinnum og þú þekkir andrúmsloftið, þekkir svona hvað þú þarft að gera og annars því, þá þetta rosalega mikilvæg leikmenn fyrir lið og hann bara skila því til liðsins. Stemningin hérna inni, strákar, að verða algjörlega mögnuð og ég að búast við því að þegar stólarnir hlaupa hérna inn í salinn þá verði algjör svona vitlaust þetta framtann ykkur. Þetta er lygileg stemning. Hún það. Ég segi svona eins og maður segi, ég keiri 10 mínútur frá Kringluna á hann eftir vinnu og ég held í smástund ég var á Króknum eða við lætum hérna. Það lengra að gera þangað, hef ég heyrt. Já, það aðeins lengra. Við förum þangað á þriðjudaginn, strákar. Arnar Guðjónsson, hann að skoða leik 1 og hann gerði það fyrir okkur mjög vel og hann skoðaði hvernig stólarnir nálguðust vegg og veltu leikkerfi Álfnesinga og þeir voru í bölvuð vissinni þar, Arnar, ekki satt? Jú, í raun og veru skiptaðar öllum hindrunum, Álfnesingar ákveðu að rúlla ekki, heldur poppa meiri hlutan á leiknum. Stór hluti OKK. Ef OKK með þá mun hann rúlla meira, en hann ekki að fara að spila 40 mínútur. Þannig að saman hvort þessi Lukas, Tommy Hilmars eða Haukur Páls, þeir verða að rúlla eftir boltahindrun. Ef við horfum aðeins á þetta hér, hér kemur Justin og fær boltaskrín, hann komið með match-up eða 1-1 sem hann líst vel á að spila móti Drungilas. Af því að þeir eru 3 hérna fyrir utan, þá getur Sigtryggur hjálpað inn, það hægt að hjálpa inn hér. Beisel getur þá bara skipt þessum 3 mönnum á milli sín og það lítið pláss fyrir Justin til að fara 1 á móti 1. Þeir hefðu þurft að koma leikmanni niður að endalínu allavega einum. Hérna kemur skipting, Haukur á móti Beisel, hann ætti að rúlla niður. Staðinn fer hann stutt, endar á að þeir geta skipt tilbaka og þeir enda bara í mjög slöku skoti. Aftur sama hér, skrín, þeir skipta og hann ákveður að fara 1-1 á móti Sigtryggi frá þryggjastallínunni, heppir að fá ekki þessu sóknarvillu. Sama hér, hérna kemur skipting, Haukur kominn með leikmann á sig, önnur skipting með Sigtrygg á sig, nú ákveður að fara inn í teig, en Haukur góða 6 metra frá körfunum.
Það mjög erfitt fyrir Hauk að spila 1-á-1 með baki í körfuna 6 metra frá. Hann gerir hér vel, býr til gott skot, en þetta mun taka miklu orku frá honum. Hann verður að fá boltan nær körfunni til að búa til fyrir sjálfa sig eða aðra. Aftur hér, Tómas Hilmarsson með hindrun, hann rúllar ekki stoppar. Þeir eru tveir á sama stað, Sáti og getur bara valið hvernig hann ætlar að dekka. Hann svo sem klúðrar þessu vel og dekkar engan að få opið skot, en Tómas verður að rúlla til að búa til pláss. Aftur, nú fara þær að gera þetta betur. Nú rúllar Haukur á körfuna, hann hefur í djúpri stöðu. Raman hefur vist farið á hjá okkur, en hann er alltaf góðast þegar gerðu, það er ekki boði. En þegar hann fer á hringinn, þegar þeir rúlla, þá þrengist allt saman, þeir búa til betri skot, komast á vítalínuna. Ef OK spilar, þá lagast þetta sjálfkrafa. Hérna sjáum við þetta, Sigtryggur Arnar ætlar að hjálpa inn. Þá er það 2-á-1 hérna. Þeir fara ekki inn strax, þeir hreyfa boltan tilbaka. Haukur fær boltan undir körfunni, 2 vítaskot. Mjög gott. Aftur hérna, Haukur rúllar eftir boltahindrunina. Kemur í sæmilega stöðu, hugsum áðan, þá fekk hann 7 metra frá, rúllar hann 2 metra frá. 1 dribb, brotið á honum og víti. En þetta er ekki bara, snýst ekki bara það að fara inn í teig með boltan. Hér kemur skipting, þegar við horfðum á klippunar áðan, þá hafði Justin ekkert pláss til að vinna með. Nú fer Dino djúpt, þá getur Justin farið á hringinn, þeir þurfa að hjálpa, allt opnast og lífið er miklu auðvitað. Ég held að þetta sé eina leiðin fyrir Álftanes til að bregðast við þessum góðu skiptuvörnum sem að Tindastóll spilaði í leikinn. Takk fyrir þetta Arnar með okkar sýningu kæra áhorfendur sko tölfræði. Því að tölfræðin hjá stólunum er mögnuð. Í öllum 4 sigurleikjunum sem þeir hafa verið að spila í þessari úrslitakeppni þá er mismunandi leikmaður að skora mest. En Didrik Dion Beisul er aftur búinn að skora meir en þeir allir til samans í úrslitakeppninni. Hann er breytt. Það er ekki hægt að segja þetta nógu mikið um hann. Nei, og þú veist, þetta er, sko, það er alveg ótrúlega, ég öfunda ekki neinn lið sem er að reyna að skáta hérna Tindastóll. Þeir eru með svo rosalega mikið af vopnum og rosalega lítið af veikleikum. En, þú veist, og eru náttúrulega búin að vera þetta bara ótrúlega vel samsett lið, þetta er frábært. En hérna, ég hef alveg trúið því í kvöld að hérna, við munum sjá eitthvað frá Álftanes sem við hérna búumst ekki við. Ég held að Kjartan Hjaltnes sé búin að kúka eitthvað upp á móti þessu. Hemmi, 5 sekúndur spá. Hvað gerist? 5 sekúndur. 4, 3, 2, ég held að Tindastóll taki þetta. Ok, Ómar? Við Álftanesingar tökum hérna leik. Þið Álftanes, þú býr hérna og hefur það gott hérna á Álftanesinu. Helgi Magg er mættur hérna í hús og er að fara að lýsa þessum leik ásamt Heiðari Snæ, leikur 2. Álftanes Tindastóll er að hefjast eftir andartak. Kæru áhorfendur, leikur 2 framundan í undanúrslitum Álftanes og Tindastóls. Staðan er 1 fyrir Stóla, þeir unnu á heimavöldi, unnu á Sauðárkróki. En Heiðar Magnús var að lýsa þessu, Heiti var að lýsa þessu fyrir ykkur hérna ásamt okkar besta manni, Helga Magnússon, velkominn. Takk fyrir það. Hvernig líst þér á það? Ég hef bara líst vel á þetta, ég er mjög áhugasamur að sjá hvernig Álftanesingar koma út og hvernig er alltaf að svara fyrir þetta. Í úrslitakeppni þarf þetta að geta tekið svona högg og svara þeim. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þeir koma til leiks. Þetta
Þetta var eitthvað ljótt í síðasta leika, ekki? Jó, þetta var einhvern veginn bara búið mjög fljótt, fannst manni. Þetta var einhvern veginn, þannig að ég ímynda mér að þeir hafi löng rútuferð heim og allt það og þeir séu búin að bíða lengi eftir að geta svarað fyrir þetta. Auðvitað undir Álftnesingum komið að svara fyrir þetta og hvernig líður eins og Álftnesingum, hvað voru að gera til að vinna það leik? Það munar að þeir fá OKK inn, en auðvitað þurfa þeir bara að þeir þurfa að vera miklu fastari fyrir þetta og má ekki vera svona auðvelt fyrir Tindastólsmenn og eins og bara Arnar kom inn á og það er bara eitthvað ákveðin grunnvinna sem það er að vinna og sókna frákvöst, langi boltana sem er engin inn á að fara í sókna frákvöstin, þeir þurfa að grípa þetta bara strax, öll bara svona smáatri skipta öllu máli, þetta spila móti liði sem já, þeir eru bara betri, Tindastóll eru betri en þeir og þá þarf þú að vinna þessa baráttu. Það er mjög mikilvægt fyrir Álftnesingum með að hleypa mikið á það römm. Tindastóll skoraði 40 stig í öðru leik í dag síðasta leik. Þú minnir ekki marga leiki og hleypir liði í 40 stiga leikjum. Nei, bara ágjörn í úrslitakeppni á þetta að vera hægt, sko. Þeir verða bara að spila miklu betur. Við sjáum hvernig OKK er búin að vera hittu upp, en við sjáum hvernig hann kemur til leiks. Mér fannst að hreyfa sig svona mjög farfærdinslega, ef við getum orðað þannig, kannski eðlilegt, en vonandi getur hann gefið eitthvað. Við verðum að hrósa þessu meistara hérna. Já, ég bara var búin að ná að halda aðtekla við Helgi. Þetta er svo mikið tókur að hann er búin að ná augum allra hérna og víðar af Króknum, hann er komið samkeppni, það er bara þannig. Alveg menn sem er að kynna liðin hérna og verðum að hrósa Álftnesingum fyrir frábæra umgjörðir. Það heldur betur að bara allt í fyrirmyndar og bara það viður að veit til loftarosa, eins og menn sögðu. Einmitt, og ef ekki núna þá er það þannig að ef Álftanes tapar í kvöld þá verður þetta ansi erfitt, eða ekki? Þá er þetta bara búið, því miður. Þeir eru ekki bara að vinna tvisvar á Króknum, myndi ég halda. Þannig að þeir þurfa að ná þessum leik og reyna svo að stela innum á Króknum. En þá verður áhugavert að sjá hvernig þetta fer allt saman af stað. 3 mínútur, þetta hefðist allt saman á húsi er pakkfullt. Vel heittinn inni, maður er smartið þvalur. En auðvitað er vel mætt á Króknum eins og við var að búast. Hversu gott er það að eiga alltaf stuðningsmenn sem ferða svona vel í útileiki? Já, þeir virðast nú vera ansi dreifðir landið en þeir koma saman og styðja ótrúlega vel við baki á sínum mönnum og bara það hjálpaði þeim ekkert smá. Ótrúlega ekki saman að byrjunlegin hjá Álftanes byrja Justin James, Dimitras Konaras, Tómas Þórður, Haukur Helgi Brím og Hörður Axel. OKK byrjar á bekknum. Ættum við ekkert að koma inn á það að Álfnesingar voru að bjóða upp á Sverri Bergmann og Úlf fyrir leik. Það er rosalegt. Það er endur hansi gott aðrið. Þetta er bara mjög áhugavert. Bara dáðustu synir Sauðárkróks eru fengnir til að performa. Já, það er borgað vel hérna Álftanesi og menn get ekki sagt nei. Það er bara staðan sem að byrjunlega hjá Tindastól, Sabit Okure, Dedrick Dion Basil, Cedric Arnar, Giannis Agaramanis og Adomas Drungilas. Það er sem að bjóst við hjá fyrrum forseta vor. Guðrún T.A. Þetta harðasti Álfnesingur sem á vinnur. En eigin maður Höldur Tómasson líka hana. Svo besti maður. Og þetta er ofboðslega eftirvænting og eins og leikurinn í gær var auðvitað stórkostlegur og menn hafa talað að það væri svona Álftanes getur sett inn í allt upp í loft með sérinn í kvöld og það hafa ekki margir trúan. Nei og bara alveg eðlilega. Tindastóll er búin að vera ofboðslega samfærandi í allan vetur og vinna svo fyrsta leikinn á bara með yfirburðum. Þannig að eðlilega og svo vantar eins og við erum að tala um OKK hálfmeittur og svo framvegis. Auðvitað hefur fólk efasemdir en það er svo gott stundum að vera underdog og koma inn og hafa einhvern veginn að manni finnst eitthvað að tapa. Eitthvað að tapa, já, og það er einmitt núna, það er bara gefa okkur allt í þetta, hugsa þér og bara það er allt undir hér hjá Álfnesingum og spurning hvort það verði einhver væri kærni Tindastól. Vannmatt eða, við tókum síðasta leik með vinstri, erum með 40, sér það gerast? Nei, ég held að kominu ekki mögulega að spila það illa en ég neita að trúa á þessu stíði keppnar séu menn með eitthvað vannmatt. Ég myndi frekar alltaf að vera að hugsa og lokum þessu og þá eru í príma stöðu til að klára þetta bara heimavelli og fá auka pásu til að undirbúa okkur fyrir komandi átök. Einmitt og já. En það er líka hægt
skemmtilegur heimur, sko, að fara að hugsa ekki langt fram í tíman. Já, sjáum hérna dómarleiksins, Gunnlaugur Brím, Bjarki og Birgir Örn. Við munum að sjá að þessi leikur fari vel fram og við erum í toppmálum með þessa þrjá. Þetta tími ársins fyrir leikmenn, fyrir dómar líka. Þetta er langskemmtilegustu leikinni. En hvernig sér þetta fara af stað? Ég held að Álfnesingar ætla að koma hérna út og reyna, ég vonast til þess og setja bara tóninn strax frá byrjun að þetta verði erfitt í kvöld. Hvernig á þeim þá? Já, bara vera líkamlegir og bara matcha og eiga eins og segja þess að allir lausu boltar sem eitthvað 50-50, þeir muni eiga þá. Já, bara hausinn og undan að sækja hann boltar takk. Já, það er svona mín ósk sem hlutlaus aðili að horfa á þennan leik. Sammála því, en alltaf vera klárt hérna er Sadia Doucouré og Justin James sem fara hér í uppkastið. Ég er ekki viss það að Justin James hafi farið í mörg uppkast á hann. Kom yngur til Íslands að spila. En allt klárt, kæru áhorfendur, leikur 2 að fara af stað hér. Leikur Álftanes og Tindastól, skjöru svo vel, góð skemmtun kæru áhorfendur. Og það eru stóla sem hefja leik hér. Jannis náða að hansa á boltan og kemur boltanum á Cedric Dion Basíl. Basíl fær skrín hjá Drungilas, Basíl horfir í kringu sig, kemur Arnar Björnsson upp í skot. Þessi gæi sá vaknaður fyrir úrstakefna. Frábælega framkvæmt og boðar alltaf gott fyrir stólana þegar Arnar setur sitt fyrsta skot. Tónaras niður á Haug. Haugur horfir í kringu, frábær sending, huggulega gert. Tómas setur hér fyrstu stig Álfnesinga í kvöld. Stólar í sókn, Doucouré gegn Haugi og Doucouré, nei, gengur ekki. Álfnesingar sætt sig þetta. Já, þetta eru skot sem þeim munu lífa með Doucouré að taka eitthvað af driplinu. Hér Haugur fyrir á driplinu, Haugur með gott knatrak, Haugur. Og í smá brasi finnir Justin James sem fyrir skotið og nei, gengur ekki. Justin James var í smá brasi í síðasta leik, var ekki að skjóta neitt sérstaklega. Hér, Basíl með frábært knatrak, springir á mér. Tónaras mætir, vel skotið! Tónaras leynir nefnilega á sér, þetta er svona sníki góður íþróttamaður og er ótrúlega mikilvægur fyrir þetta Álftaneslið. Já, frábært tekum, hér fær hann boltan og setur þetta niður. Kemur Álfnesingum yfir, 4-2. Þetta er allt og einfalt fyrir Tindastólsmenn, þetta er allt og einfalt að fá gefins layup upp úr þessu. Hér Arnar Björnsson, boltan, Justin James til Arnar og hér Haugur skiptir á hann, sendingin erfið en hann grípur ótrúlega, setur þetta niður. Allt jafn, 4-4. Hér Hörður, kemur hann á Haug og hér Justin James, Arnar til Arnar og Tómas. Hörður horfir í kringu sig og Vittan dæmt hér á gólfinu á. Sjáum að Álfnesingar að leita rosalega mikið að Haugi í kringum póstinn. Þetta er svona kannski bara þeirra bestu valkostir eða einn af þeirra bestu valkostir til að koma boltanum inn í teig. Báðar körfur Álfnesinga hingað til hafa verið til stóðsninga frá Haugi Helga. Tónaras fær boltan. Haugur fyrir í gegn, Haugur fær boltan. Haugur hér, gerir þetta vel, hann er ekki klár vinstendri. Og sjáum Tómas í barðu, brýtur á Drungilas. En sjáum aftur, Haugur að komast djúpt og bjóti þryggjasta skotina fyrir Justin James á hann og þarna er bara hópinn að setja inn í Jóni. Allt búið að vera í kringum Haug Helga hér í upphafi leiks. Hér, Arnar. Justin James til Arnar. Drungilas í skríni og Arnar púlar upp í skot. Hægstu þessi drengur. Þvílíkur töffari sem þetta er. Þetta er bara frábært skot og Tómas verður því miður bara að lifa með þessu skotum. Hér, Justin James. Finnur hér Haug, Justin James aftur. Og góðar hendur á Drungilas. Drungilas hér á færinni, finnur Basíl. Hlaupar í bakjað, boltinn á Drungilas sem fer upp og leggur góðan í. Það var góð fingarólið. Skora í svo miklu bunkum stólarnir. Þetta er bara vörðin sem að búa þetta til. Hörður. Axel hér gegn Drungilas, kemur á Tónaras, dreifur sig út og líka að leggja og fólkavinna Tónaras. Hér, Akira Mannis, Doucouré og fyrir í erfið skot hérna, Vittan dæmt, ok.
Það heyrir ekkert í flaut dómarunum. Mikið læti hérna. Mér sýndist þetta nú vera rétt hjá þeim þrátt fyrir Árni sem séu ósáttir. Hörður tekur hann ekki á kassan. Og hallar sér aðeins á hann. Akkurat. Ekki búinn að ná stöðu og þetta er svona full einfalt fyrir, þetta er eftir skora körfu, þetta er full einfalt að koma bara beint niður og komast á hringinn. Álfnesingar verða að vera þéttari. Kúkúre setur hér fyrra víti niður. Kúkúre er búinn að vera flottur í vetur, lendi smá meiðslum en er komin tilbaka. Það eru fáir sem hlaupa völlinu vel og satt Björn Kúkúre. Þessari starf og þessari íþróttamennsku að hann geti hlaupið völli svona vel er algjörlega stórkostlegt að fylgjast með. Justin James. Hörður Axel. Hörður yfir á Haug. Haugur upp í skotið við horninu. Setur það niður. Haugur Haugi. Haugur er búinn að vera ótrúlega vel stiltur þetta í byrjunleiks, mjög aggressífur og þeir eru að leita mikið á honum. Fyrir hérna mjög vel. Hoppið niður á Kúkúre. Justin James til varna. Kúkúre ákveður bara í erfiða skotið. Það fyrir að viktina það ekki dæmt. Átnesingar jafnarleikin er komist yfir. Donaras, Haugur, Justin James. Það kemur ekki skotið. Donaras á driflinu og ávinnan dæmt á Kúkúre. Við líðum svo Átnesingar þurfa að koma Justin James aðeins meirinn í leikinn. Já, hann er náttúrulega líka bara í strángri gæslu hjá Tindastólsmönnum en manni finnst þetta svona snúast rosa mikið Donaras og sérstaklega Haug ákveður núna. En ég meina þeir eru bara að komast í fína stöður, djúpt inn í teginn og búa okkar til. Thomas á boltanum, Justin James til fá hann, Arnar límdur á hann. Er Haugur. Haugur fer á driflið, Haugur og góðar hendur í Arnar, enn eitt stólinn boltinn hér, Agaravanis. Jannis Agaravanis hér og góðar hendur hjá Justin James. Justin James vil menna boltan, hann fyrir aftur í Jannis Agaravanis. Ingast hér undir körfunni, saman þetta aftur hérna. Hér. Arnar. Arnar langar í skoti, hafði það ekki. Edrún Gílas. Basíl. Basíl finnir Edrún Gílas og setur þetta niður. Skemmtilegu körfubolti. Justin James á ferðinni. Edrún Gílas, Justin James ræðst á hringinn. Justin James fyrir upp og setur þetta niður. Svona á Svanesum. Þú varst svona að kalla eftir honum. Basíl. Þeir náttúrulega og sjáum vörnir á Haug Helga hana. Mæntunum og Arnar upp í skot. Nei, það var ekki nógu erfitt þetta skot. Hörður. Hörður Axel hér. Haugur. Sem að Tómas vil fá hann. Tómas fær hann einn djúpt niður í. Arnar kemur hjálpinn á. Skipting, það kemur. Hinn umtalaði David Okeke inn á fyrir Tómas. Tómas. Tommi bara búinn að skila fínu verki hérna fyrstu mínúturnar. Mikilvægt fyrir Átnesinga að fá Okeke inn á. Mættur hendur snemma. Og sjáum hvernig hann verður hérna. Það kemur svona snögglega ljós hversu heitt hann er. Basíl kemur mútið á Drungilas. Drungilas hikaði. Það skiptir ykkur máli. Neggur sér niður að Tómas Drungilas. Mér fannst Okeke líka, hann fór varfættislega út í hann. Treysti kannski ekki alveg skrokknum ennþá. Veikar upp boltan. Hérna kemur Jannis Agaravanis og Trísjó! Kveikir í Grettismönnum og Grettinættum og öllum hinum. Haugur, Helgi að Jakob Arnar kemur Drungilas hjálpina. Okeke hér. Aftur næst í hvað boltanum. Erfið byrjun fyrir David Okeke hérna. Já, að koma svona inn í svona stóran leik sem ákveðin er þetta mikil, þá getur það verið erfitt og þú ert efast heilsuna, efast skrokkin, efast allar hreyfingar, þá kemur svona hygg í þig. Svo bara stólarnir, þeir finna blóðbragð þegar hann kemur inn á. Það er bara vonandi menn ristið af sér. Justin James, driflinu, Justin James er að koma sér hringinn, kemur hann út á Haug. Haugur sett eitt af maður, setur hann annan núna. Já, hvað er þetta nú? Haugur Helga fyrir hann leik stórkostlega. Þetta er full auðvelt skot, alveg saman og hjálp fyrir að vera að fljúga út í Haug Helga. Hér.
Kjartan Atli að gera aðra skiptingu. Justin James kemur á velli og Dúi Þór kemur inn á. Benni ekkert mikið búinn að ræna lið sínu liði hérna. Basíl kemur hann boltan. Arnar fyrir í gegn. Basíl, vinstrættinni, kemur honum í horni. Janis Akravanis upp í skoti. Nei, klikkar. 18-14 hefur stóla. Dúi. Finnir Hauk Helga, Haukur Helgi fyrir driblið. Haukur Helgi, Veika henda á villan dæmt á gólfinu, segir. Við erum að sjá bara allra bestu útgáðan af Hauki Helga en hann aggressífur í hverja einustu sókn og skilur líka bara ábyrgðina sem á sér núna. Hann svona þeirra besta von að komast á hringinn og búa til einhverjar óþægilega stöður. Það óngala tilfinningi sem ég fekk Hauk, hann ætlar að grípa augnablikið en að koma til vín. Þetta bara það sem alvöru leiðtói að gera. Þeir stígu upp þegar þeir skynja það að liðið þarf að halda. Dimitrios Akravanis og David Skeggs koma inn á fyrir stóla. Dúi. Hörður. Það skynja frá Keke og Keke rúlar. Hörður upp í skot. Nei, gengur ekki. Vansinn á því. Koma stólar upp í sók. Sadio á Arnar. David Skeggs upp á skrínum, fær boltan hér og Arnar aftur. Arnar á vinstrihöndinni, Arnar drifur út, Arnar Björnsson! Yes! Þessi gæi svo baneitraður. Þeir verða bara að lífa með þessu. Já, það er ekkert hægt að gera og sjá maður Sadio Doucouré að fá svona þriðju villu. Það verður að passa sig að fá ekki hóp. Fekk hann fjórðu villu. Hann var ekki komin út af. Sadio Doucouré hann að fá svona fjórðu villu. Er þetta ekki þriðja villan? Þriðja villan og svo tæknivillan ekki. Nei, tæknivillan ekki þriðja. Á Benna. Jú. Jó, þetta er fjórða villan. Fjórða villan á Doucouré sem að, ég held að Benni hefði kannski fengið tæknivilluna en hann gaf ekki gamla góða fuglinn eins og Gummi Ben sagði einhvern tímann sé-merkið. Nei, þarna vil ég nú bara, þetta er ábyggilega allt hárrétt eftir lagana bókstaf en þarna myndi maður bara vilja að menn myndi bara gefa honum eina góða aðvörun og, þú veist. Þriðja villan er nóg þung refsing. Já, líka bara leif honum aðeins að pústa og bara, þarna fórst þið í strikið og ef þú heldur áfram þá er tæknivilla. Já. En þetta eru risafréttir. Rosalegt að Doucouré sé að fá sína fjórðu villu hér eftir 6 til 7 mínútna leik. Þetta er risafréttir fréttir og skal hoggið í liði stóla. Justin James tekur í víti. Viðbjörn Sadio Doucouré fannst dómarinn ómikið þarna með þessum kalli og Tindastólsmenn eru náttúrulega að hafa spilað alveg þó nokkur leiki án hans, þannig að þeir ættu að vera vanir þessu en þetta er náttúrulega svaka högg sérstaklega í varnarleikið þeirra þegar Drungilas er ekki inn. Einmitt er Justin James fyrir upp og Keke reisa stór setur það niður á vinstrihöndinni. Þetta hefur ylja mörgum áttensingum að sjá þetta og Keke bara vera stærstur og sterkastur. Hirti þetta frákast hér og hér Arnar og Justin James hafði minkað ágjörð af þessu og Arnar rótið honum David og Keke líka að fá villuna. Og Arnar Björnsson sem hefur byrjað leik frábærlega, hann er komið 8 stríð strax inn og hann getur skorað sitt 9. og 10. Já, má náttúrulega segja saman hann og Hauk, hann er búinn að vera aggressífur bara frá fyrstu sekundu og nýtir hvert tækifæri. Maður sér alltaf þegar hann grípur boltann, hann er alltaf tilbúinn að ráðast eða vera allan ógnandi. Já, hann er svo þungvopnað sem leikmaður. Svo bara skotið með hvaða leikmann sem er í grunninn á sér. Þá klikkar hann á vítinu. Staðan er 22-17. Dúi kemur með boltan fyrir Álftanes. Justin James. Og Keke kemur upp í skrínið. Justin James býrst í skot. Upp í þristir. Justin James! Minkar fyrir 2 stig! Þetta er bara alvöru atvinnumannahreyfingarna. Þetta bara í bremsukerfið og skilur Basíl af öllum mönnum bara eftir. Basíl, kemur hann út og Arnar Björnsson upp í skoti. Hann missir! Leið og stendur og þessi var leið niður.
miðuna. Og poppar, klikkar. Og KK er stór, sterkur. Hér, Justin James aftur fyrir ekki skoti. En vill hann dæmt á Basíl. Og hann er á leiðin á vítalínuna. Skynsamranna. Ekkert vita að það var að koma í hart close-out og myndi fá villuna að koma sér á vítalínuna. Ég sé þessi ágefni fyrir stólana, hversu auðvitað Álftnesingar er að komast inn í teig, að búa til, bara að koma sér í ákjósulega skotstöður. Hér kemur herra sögukokkur inn á, Pétur Rúnar Birgisson. Og Lukas Balica kemur inn á herði. Justin James klikkar á vítinu. Líka á báðum Justin James. Þetta er dýrt. Og hér getur núna að taka upp á það, búið til varnar og hér Arnar. Arnar Björnsson upp í, nei. Og Dimitrios Konaras, hann getur skotið eins og við sjáum, nei, klikkar. Ótrúlegt hversu vel þessi gæði getur skotið. Ég finnst hann að vera full hrifinn á þessu þriggjastaskott sínu. Hann er lunginn í korfuna líka. Já, klálega. Hörður, finnur upp Balica verður driblið, aftur út á Hörður upp í skoti, nei, gengur ekki, og sjáum við, ok, er í baldur, Dimitrios Akravanis, Dúi, nei, það er ekki skotið, Dúi inn í miðuna, Dúi stoppar, upp í loft, setur þetta niður. Álftnesingar getur komist inn í teig og það vilt finnst manni. Og Arnar upp í gali skotið, hvað gerast, ég er ekki átt á svolítið. Jesús minn. Ótrúleg! Þetta er algjörlega galið skot 2 metra frá utan. Hér Hörður. Balica finnur Justin James. Og líka Arnar að spila þessa vörð líka. Hér. Justin frábær Dimitrios. Ok, hérna stendur þetta og vinnan. Og þetta er ekki búið og hér sér KK koma mjög vel inn í þetta ekki. Þetta er að sögja báðum svona litli boltar, auka, þeir eru að fara í frákvist, það sýnir mann að þeir eru að vera klárir í barningin sem það. Giannis Akravanis og heldur boltanum með á. Og það var skynsamur. Dimitrios Akravanis hér. Og góða hendur á henni og þetta með hlutan á sér og hvað. Hér, Dúi. Sáum að Giannis Akravanis fór beint til bróður síns og hér. Óðurtamessli vindur. Þetta var ótrúlegt. Giannis Akravanis, bróðir Dimitrios Akravanis, þetta er bara að kjálpa bróðsna á fætur, hleypur svo tilbaka og verið skeirinn í baki á David og Kevin. Ég veit ekki á hvernig hann sat hann eftir og þetta ekki að fara að hjálpa honum, bara aftur með því og hann kemur sér bara aftur þegar Bræður Ástin, Helgi, Bræður Ástin, hún er svo sterk, hún lifir svo sterkt í mönnum. En þetta er alveg einstaklega klauðvalegt hérna hjá Tindastólsmönnum. Já, saman að skoða þetta aftur og þetta skipt ekkert í þessu. Giannis Akravanis sá ekki hvað gerðist, sá bara KK hrynja í gólfið sem hérna fyrir niður. Sjáum hérna. Þannig þegar Dimitrios ræðst á hringinn og skólfið haldið niður og það er alltaf að koma í hjálpunum. Svo kemur hann líka í myndun og fljótlega. Nei! Það er Pétur. Ha? Ó, það minnst ég vitt. Það fáum að sjá þetta aftur. Já, ég sá hann hvað gerðist. Ég held að það hefði nú bara verið einhver misskilningur. Pétur ætlaði klárlega að taka villuna, en það er spurning hversu hvað breytar þessu bara vennilega villu þá? Já, það var bara villa. Birgir þarna var svolítið spenntur. Já, 3 stig. Já, fá körfuna að gilda. 3 stig og þeir fá 2 vítaskot líka. Það getur verið 5 stiga sókn. Það var furðulegt moment hérna í leiknum. 10,3 sekúndur eftir hérna. Og Karvan gildir Kristján sem fór upp í loft. Því að hann var komin í skothreyfinguna áður en ok, villan bara að boltið var ok ekki. Hefði verið ansið punkt þegar þeir fengið óðurtamesslega villu. Boltan aftur þegar 10,3 sekúndur eftir hérna fyrsta leikunda. Staðan er þá 28-27
fyrir Stóla og Davíð Keika getur komið Álftnesingum hér yfir. Getur leikurinn fara aftur á stað. Klikkar fyrir vítinu. Það var að setja vítið. Skipting á til Keika kemur yfir eftir fyrir Hauk Helga. Konaras kemur inn á fyrir Lukas Balica. Þetta það sem að geta fengið að Davíð Keika. Það sem bara eftir þessari seríu þá bara það mikill sigur fyrir Álfnesinga. Já, vildi komið ekki boltanum inn og hörður Axel boltinn á honum út af. Arnar og hörður. Reynir að fljóta honum mögulega. Reynir að kýla með Arnar Björnsson í skot. Nei, það segja Justin James til frákastið. Það fá tími Justin James. Þessi var alveg. Staðan er 28 eftir fyrsta leikunda. Helgi frábær fyrir hans leik. Já, og Álfnesingar svara kallinu, koma út með alvöru baráttu og smá læti. Og í raun og veru það, manni líður einhvern veginn eins og Sigtryggur sé bara það sem geraði verkum að Stóla þetta sé jafn leikur. Og þeir þurfa bara að lifa með þessu skotum. Það er bara svo einfalt. Skulum skipta yfir benna. Að reyna sig og það Cross pick here, we're not switching, okay? So you gotta fight through it and take Konaras wherever is going to get it, okay? On the hustle play here. Ball, here, he's going to come up, he's looking to pass. Don't drop too low here. There's a screen here, one guy is helping here. This guy has to follow over, and if he curls, then you switch, okay? They're getting to skate pass and open free on this. Not anymore, okay? The same, if they're driving strong side, you have got it here in the corner. Don't commit on this and open free here. It's an easy pass, right up the shot. The help comes from this side, okay? And then, defensive rebound, okay? He's taking offensive rebounds, again and again. Come on, let's take it. Já, Anna Henry Benna Henry Benna þjálfari Stóla og Arnar Björnsson eins og talar komið 15 stig Helgi, 5-8 í skotum, búinn að vera stórkostlegur. Já, maður sá það bara einhvern veginn frá byrjun að hann var vel stiltur inn í kvöld en ég held að Álfnesingar lifa alveg með þessu, skiljið mig. Þetta eru erfið skot og þeir þurfa bara að vera þolinmóðir og reyna að gera þetta eins erfitt fyrir hann og hægt en reyna að hafa stjórn á öðrum leikmönnum á sama tíma. Já, þeir hafa verið, hér er verið að deila út peningum hérna. Sá okkur mann halda á risastórum punkti á seðlum en það verið að henda út ykkur hérna. Það er allt gert og mikið gert hérna í Álftanesi verið að reyna nýja leiðir. En allt að vera klárt hérna fyrir annan leikvölda. Og allt jafnt, allt þessu viljum hafa. Og hér stillir hörður upp fyrir Álfnesinga. Hér, Haukur. Kemur Konaras í gegn, fær ekki boltan. Hörður hér sem Konaras vill fá hann, fær hann ekki. Haukur gegn Davíð Skemms. Haukur tjekkar hann yfir. Og dribblar langt í fótinn á sér. Og nú lítið eftir skóku. Fjórar. Haukur fyrir upp í skoti og setur hann niður. Haukur Helgi. Þeir eiga bara í stöku stærleikum með hann. Ef það er stór maður á honum, þá er hann að komast fram hjá þeim. Ef hann gegn sér á honum, þá kemst hann í teig. Helgi Mítrós. Agravanis og Tómas með góða vörðana, stóð bara. Það komið bara að standa sína plikt og rúmlega það hérna á þessu fyrsta leikluta að minnsta kosti. Justin James finnur Tómas og boltinn aftur út á Justin James. Justin James gegn Mítrós Agravanis, Justin James fyrir upp og setur það skjálftir húnni. Gæði þessu góður að koma sér á hringina, það er ekki eðlilegt. Þetta er það sem hann gerir svo ótrúlega vel á móti í Njarðvíkingum. Komst bara á hægri höndina á þessu stóru löngu skref. Davíð Skemms er ekstra törn að gera þetta með Davíð Skemms. Fjarnir í 2 stig, 30-30. Hörður niður á Konaras sem var stórir Álfnesingar hérna. Boltinn út, Tómas langaði skoti, hætti við það. Haukur upp í skoti hér, nei, gengur ekki.
Akravannes með gott frákast. Þarna hefur Tómas bara mátt láta vaða. Tommi fín skytta. Já, hér. Alveg power hérna á villan dæmt og Tómas. Alveg högg frá Dimitris Akravannes. Þetta eru góð 110-20 kíló þarna sem að negla þig niður. Já, öxli bara beint inn í bringuna. Þú finnur alveg fyrir þessu. Dimitris Akravannes átt frábæran feril í Evrópu. Setur hann niður fyrir víti. Nóra, annað víti hjá Akravannes skor sitt fyrsta stig hér. Annar, það er verið að skoppa á hringnum og boltið fer niður og þeir jafna leikinn 32-32. Sjá í Sýtrik, þetta er orkan sem er að eyða hérna á vellinum. Þetta er út á hörð, Haukur, Konaras. Konaras og Reykjavík búin að koma boltanir á Hauk. Það tekst á fjallasttegurinn. Haukur, tjakkar, út á Tómas, nú fer hann í skoti. Nei, gengur ekki. Bolti besti Harðar. Og Haukur hér, galopinn, Haukur Helgi. Stefna á góðina, alls stuttur. Pétur Rúnar og þeir nektur Akravannes og hné. Það er mjög vont. Utan dæmda átnesinga. Smá kýtingur hérna milli Hauks Helga og Jannis Akravannes. Já. Líka bara át af því að hann hugsa bara bróðan sinn aftur. Þannig dettur hann bara, hann fettir hann bróðan. Dúi kemur inn á. Og við sjáum þetta áslendingar sóknarlega geta alltaf fengið svona það mismatch á Hauk sem þeir vilja. Nú eru að sækja mikið á Geggs, hann er minni og þá kemur ykkur tvöfaldar og þá opnast svona fyrir eins og Tomma hérna. Það er tvö galop í þryggjastaskot. Tommi fekk eitt og Haukur fekk svo annað upp á klassinu. Dúi kemur inn á fyrir Hörð. Átnesingar konur með 6 sóknarfrákast. Þetta er að svipa á þeim. Mótið 0. Kristinn læg boltanum. Konaras og Hermur kemur inn upp með boltan á vinstri hendinni sinni. Konaras inn í miðuna. Hér. Justin James á driflinu. Og líst vel á að ráðast á Geggs. Justin James gerir hann ákveðlega. Justin James reyður hann bara niður og setur kjósti. Fínasta vörðan þegar David Geggs. Mögulega slapp Justin hann með smá íta eins frá sér en Haukur Helgi og uppkast dæmt. Haukur Helgi hann að undur í vörðn á Jannis Akravannes. Ég veit nú ekki okkur að kalla uppkast þetta, mér finnst það bara hrifsett úr lúkunum á honum. Já. Nú hér kemur, sjáum við aftur hérna. Já, þetta er Þetta er bara stór og sterkur strákur að hrifsa hann úr lúkunum á honum. Já, við kemur og kekja aftur inn á Drungíla sem er þess. Þeir ætla að spila með báðu stóru strákana. Það verður áhvert sjá hvernig þeir ætla að nýta sér þetta. Basíl á Drungílas. Drungílas er gegn Hauk Helga. Basíl næði boltanum með það. 8 sekúndur eftir að skókugu. Hann þarf bara að koma ykkur í aksjón á stað. Pétur, nei, fyrir ekki skoti. Basíl, lengst fyrir undan. Fyrir erfið skot. Nei, gengur ekki. Frábæra upp aftursingu. Justin James úr boltan, hægir á, stillir upp hérna fyrir aftursinga. Justin James, ræst á Akravannes og setur það niður. Justin James er að gefa smá vinda fyrir núna. Sjá líka titlasúsmennir eru bara að setja Dimitrios Akravannes í skrýnin og svo sækja þær á hann. Þetta er ekki þóttu sóknarleikur. Dimitrios Akravannes gerir vel hérna, hann réðist bara beint á hringinn og Haukur Helgi braut á honum. Haukur Helgi að fá svona aðra myndu. Ég veldi fyrir mig hvort tindastúsmenn ættu núna kannski að fara aðeins ef að Haukur ætlar að vera að dekka ef hann ætlar að dekka stóru strákana, kannski henda aðeins inn á póstinn og bara láta hann móðast aðeins á hann. Já. Þú veist ekki nómið að hann geti fengið þriðu villuna. Þetta er líka bara svakalega orka sem fer í að vera að rembast við að halda Drungílas fyrir fram að sig og vera ykkur slag við hann. Alls ekki við því að missa Hauk Helga hérna. Ykkur villumandræðir. Dimitrios Akravannes setur henni víti sinn.
Áttarsingar. Dúi ræstir á Pétur, Dúi með góðan snúning, finnur Okeke sem fer í skotið og sér mikilvægt fyrir Áttarsingar að fá hann að gæja í gang. Mann finnst þetta líka að vera hluta leiknum sem Okeke búinn að bæta mikið á undanförnum árum. Klálega, búinn að bæta þessu í vopnasafni og hér. Agravannis gengur ekki og þeir eru tveinu framkast hérna. Justin James kemur upp boltan. Justin James og Justin James inn í miðuna. Treður hann Okeke, Okeke fyrir upp og vittar hann. Okeke! Hann mættur aftur! Ennum í fara bara beinti á Agravannis, setja hann í boltahindurna og ráða svo á hann. Það verður ykkur svona enn í brasi með að leysa þetta. Tindastólsmenn. Mann finnst Tindastólsmenn bara að hinnir þurfa hjálp honum. Hann getur ekki verið einn að reyna að dekka. Hann er bara ekki nógu góð varnarmaður ef við tölum bara hreint út til að leysa þetta fyrst með. Þetta er auðvitað líka vegna þess að Doucouré er á 4 villum og þá er Dimitrios Agravannis svona neinast til að spila meira á honum. Hér Konara stelur boltanum og hér Justin James fyrir upp á Justin James stelur og Bennikum að taka leikli staðan 43-34 þvílíkt áhlaup hér í Áttarsingu. Alvöru orka hér á Áttarsingum og sjáum við Justin James sá getur flogið, hamrar sig niður og við skulum heyra í Bennikum þjálfara Tindastóls. Hey, calm down, we're fine. Okay? 9.6 minutes, still first down. Okay? When they run the pick with the 5, okay? We are not switching, okay? If they go forward, okay? Then we paint switch it, and you make it tough for them, okay? But if you're going sideways, come on, stun and close the gap a little bit more. Let's go. We gotta, tighten it up, okay? We're wide, it's too open here. We're going in the lane again and again. Come on. Já, þarna heyrðum við í Bennikum, sjáum hérna Justin James, 17 stig, 6 á 11 skotum, allt annað sjáum frá því síðasta leik. Það er að komast á hringing, komast í leif, komast í tróðslur. Þvílíkur gæða leikmaður. Hinum megin eftir menn eins og Didrik Beisum sem er með 0 stig eftir 1,5 leikluta. Einungis tekið 2 skot, er að vísa með 5 stóðstingar en það er svona ótrúlega langt sem að sé Basíl svona langt inn í leik vegna þetta komið stig 15 mínútur tæplega með leiðina á leiknum. Hér Basíl, hörður eftir hann og hér Basíl ennþá boltan og sjáum að Drungilas vil fá hann, fær hann líka ekki nei og Agravannis fyrir upp og Vittar Giannis Agravannis! Frábærlega að klára hjá honum, virkilega sterk hreyfing. Stólarnir þurft á þessu að halda. Það var líka bara töluvert hendur hann á. Lísa fekk að setja hendur alltaf á hann til að byrja með. En alveg svo tölum Dimitrios á það. Hann er pínu vandamál stundum varnarlega. Þá er Palitsa það hinum megin. Hann er ekki sterkur varnarmaður. Já, og þeir eru svona að höndan kallast það að sækja á hann bara trekk í trekk, koma manni sem að vifta sér með boltan á veikasta varnarmann anstæðingsins. Hér, 43-37, 6 stiga munur. Hér, Justin James, stillir upp. David Okeke kemur upp og Justin James hérna, koma tveir í hann og kastar boltanum út af. Frábær vörn hjá Stólur. Það er eins og hann hafði ekki búist við þessu aggressjóni frá þeim. Þeir hafa bara verið að skipta hingað til eða svona ykkur hálfgerði droppvörn. Hér, Basíl, kemur á Pétur, Pétur undan ennstu. Hörður, með frákastið. Skrítið skot hjá Pétri. Svona stemningsskot mikið. Hér, Palitsa í hornið, Hörður, Dúi, langaði skotið. Það er allt annað að sjá vörnina núna þegar get ekki verið að ráðast á Dimitrios. Hér, Dúi upp í skoti hér og hann er svo góður á þessu færi. Hoppað með annar löppin upp og náðu samt fullkomnu skoti. Basíl, út af Drungilas. Basíl fer bak þeirra meginn og frábæðilega gert að boltinn af Basíl hérna og Áttarsingar stelunum. Hér
Dúi. Dúi hér, skrín frá Okeke. Dúi horfir í kringu sig, finnir Okeke, Hörður. Það boltan. Palitsa vill fá hann. Valla samt. Boltin í hornið. Dúi upp í skot, Dúi! Gengur ekki. Hér kemur Basíli með boltan fyrir Stóla. Basíl fyrir upp og setur það niður. Þetta er nýja Basíl að koma að því. Fyrst í hans í kvöld. 45-39. James. Okeke rúlar, Hörður Axel. Okeke vill fá hann átt frá körfunni, upp í skotið, Okeke setur það niður. Það er einhvern veginn að svag yfir David Okeke, David Ólaf. Hika ekki eina sekundu, bara sneri sig við og beint upp í skotið. Nei, en ef þú hefði spurt Benna fyrir leik með þetta skot, hann bara lífið með þessu allan daginn held ég. 100%. En frábælega gert hjá Okeke, gaman að sjá hann svona einbeittan. Já, hér er Vanis með góða sendingu, frábælega gert. Huggulegt, sama. Stólarnir er ná að skora mjög auðvitað stundina, 47-41, en Álftasingar er ná að svara í hvert skipti. Hér, James. Gex og Justin James við erfið aðgerð, mjög erfitt. Flott höfði Gex þarna. Vanis. Ádrún Gílas, Pétur Rúnar fyrir á fellina. Kemur á Ádrún Gílas, Basíl, enda limna hérna. Hörður spila góða vörn, Davíðs Gex ekki skoti fyrir á dreifni. Aftur opnast bara hérna fyrir Gáður mannandi körni. Kjartan Atti vill fá leikli leið. Stólarnir að skora vild þessa stundina. Gera mjög þægilega. Bara mjög þolinmóðir sóknarlega og þeir eru búin að finna bara svona 2 galopin leiðup. Þannig að góð sending frá Gex og Vanis beið bara eftir að fá Okeke í sig og klára svo þægilega. Virkilega vel gert, já, Árnesingum. Nei, já, Tindastólsmönnum og þeir svona... Stemmingi var svakalega fyrir Árnesingar rétt á hann. Þeir náðu að svara og komast niður í 4 stig. En við skulum heyra í Kjartan Atta, þjálfara Álftanes. Okay, listen guys, no, you're in. Listen guys, let's not go away from the off-ball actions when we're getting the ball around the rim, okay? Stay poised. When we move the ball a little bit, I know they are guarding us heavy out on the perimeter, but when we move the ball, get open, move it, set the shuffle screens, and attack them. Let's go jersey 3. Do it, you take it in. If you can't get it to the wing, just go straight to the 4. Wait, okay? Jersey 3. So let's have Haukur coming over, catching the ball. Do it. Set the screen. One screen. Okay. Það heyrðu við Kjartan Atta, þjálfara Álftanes. Haukur Helgi verið stórkostlegur fyrir Álftasinga hér í fyrri hálfleik. Hann er komið með 8 stig og leitt liðið mjög vel. Já, spila hrikalega vel. En leikunum aftur komin af stað Álftasingar á leiðinni sókn. 47-43. Dúi. Haukur kemur í gegn, fær boltan hér. Okeke upp á topp. Lukas Palitsa í eftir hreyfingu. Dúi fær hann hér og Dúi í miðina. Dúi hikkar upp í skoti. Kissir skjálftinn honni. Ára með öflugur í þessu. Ótrúlega vel gert og ég fagna því að sjá menn átta spjaldi. Þeir Palitsa niður og brettir upp í díum. Basíl upp í skot. Setur þetta niður! Minkarðar í 3 stig. 49-46. Basíli komið í gang. Dúi og enginn vill að dæma og hvað er að gerast hérna á Haukur og hvað er að gerast þetta á alveg furðulega senur hérna og vill hann dæma á Basíl. Basíl meina að vera gripið í fótinn á sér. Ég veit ekki, ég held að sé ekki hægt að skoða, menn miskilvægt það sé hægt að skoða. Ég bara hef ekki hugmyndum að sjálfur hvað má skoða og hvað ekki. Já, það má bara skoða þess að breyta villum í rauninni. Dúi grípur þarna umst í fótinn á honum. En það er ekki hægt að dæma bara orðamanslega villu held ég. Ekki nema, jú, ég þekki þetta ekki alveg heldur. Við erum að fara í dómaraprófu helgi, fá þetta hreint. Nýtum sumar í það. Já. Saman Basíl. Sá núna að
Dúi og Palitsa setjast. Já. Nú er svona líklega besta varnar þimma Álftnesinga inn á vellinum. Justin James á driblinu. Og kemur honum í hornið, Haukur fer á driblið. Haukur inn í miðina. Og Okeke upp og brotið honum, já. Jannis Akravanis stendur brotiður. Hann ætlar að loka sekundum skóflunar, ná komum boltanum upp og kemur sér á vítilina David Okeke. Það er sendingin, hann þröngvað honum á hann hérna. Jannis Akravanis hann aðeins á nálatunum. Og Jannis að hósa aðra vindu. Það kemur samt á óvart að sjá bæði lið í þetta háu stigaskori. Þeir eru bæði bara góð með betri varnarliðum deildarinnar og áhugavert að sjá að þeir eru bæði að nálgast 50 stigin og 2 mínútur eftir af öðru leikluta. Svona pínu vonbrigði fyrir svona varnarperresta. Já, flestir aðrir eru bara nokkuð sáttir held ég. Sem allavega elska að sjá mikið að körfum, en jú, Helgi, við elskum líka góða varnir. Hér, Basíl upp í skoti, Dedrick Dion Basíl, nei, klikkar. Justin James sækir frákastið. Og boltinn hér fram á Hörð. Hörður, Okeke kemur skrínið. Konaras. Justin James sækir boltan hér, Justin James. Upp á skrínið. Og kemur hann Haukur fyrir á driblið, Haukur upp í skoti hérna, gengur ekki, Haukur með eigið frákast. Finnur í Okeke, Okeke grípar hann djúpt niður í vinda. David Okeke, fyrir ykkur munar að fá hann að gæja aftur fyrir Álftnesinga. Já, þetta Haukur býr þetta allt saman til, kemur sinni í teig, nær skotinu, nær sóknarfrákastinu og þetta er bara sem við báðum þetta fyrir leik. Já, þetta er bara... Þeir ættu alla 50-50 boltar, þeir eru komið 6 sóknarfrákastin þegar. Það er bara ekkert, þetta var ekki boðið fyrir Álftnesinga fyrir leiknum að geta bara kasta boltan svona. Þetta gera hann ekki bara verkum að Álftanesi búið að skjóta hérna 35 skot í leiknum, 8 fleirum heldur en Tindastól. Nákvæmlega. Það er mikill munur þar og Okeke með setna viti klikkar og gýrast á frákastið. 51-46, Basíl á ferðinni. Það er átlíkunum á Arnar upp í skotið, Arnar Björnsson, nei, klikkar. Já, og Konaras. Fyrir Álftnesinga, þetta er Justin James. Justin James fyrir á hennina og skref, bænt á Justin James. Já, Gæin er búinn að spila í NBA og hæstu levelum, en... Sko, þetta er rétt, en þeir kalla þetta ekki mjög oft í Íslandsdeildinni. Nei, þetta er rétt og það er bara þannig. Og hér, Davíð Skeggs, finnur Adomas, hóta fyrir skotið. Hórar í kringu sig, finnur Davíð Skeggs sem fyrir upp í skotið hér, nei, klikkar. Það er að gera á stólunum mjög erfitt fyrir núna. Talar varnarlínu á Álftnesingu, það er að gera mjög vel að stundina. Það er lítið eftir að fyrirháleik. Justin James, finnir í Haug, stutt á horninu upp í skotið, flatur viðfall. Og hér spurði hvort að Jannis Akravanis og hér boltanum tjöfið. Já, þeir eru einu fleiri samt. Já, ok. Og hér, Konaras upp í skotið. Konaras! Dekkur í að bristinu. 54-46, allt sé komin 8 stigum yfir í réttinni hálfleik. Og Arnar, 5-4. Arnar leikur á skotinu, upp í skotið hér. 15 dæm, já. Og Arnar Björnsson hérna. 1,2 sekundur eftir. Þannig að skotið þetta var svona hægt að nýta tíman, en það var líka ekki betra skot en þetta ef þú ætlar að bara drifta niður klukkuna. Já, bara eins og þú setur í það. Já, þetta er þannig. Og Arnar setur niður vítið. Þú veist, ímyndum okkar hefði klikkað, svo þeir eru að skora núna. Þú veist, ef þú frekar bara eiga síðast skotið. Arnar setur vítið. Setur hún niður og leik er tekið, ekki? Jó, leik er tekið, já. Leik er tekið og hér, já, Kjartan Atli ætlar að teikna upp í eina sóknina. Þeir eru 1,2 sekundur eftir af fyrri hálfleik og það er áhugavert að sjá hvað hann teiknar upp. Það er alveg smá tími sem hann hefur hérna. Geta komið með fínu skoti, en við skulum heyra hvað Kjartan Atli hefur að segja við sína menn. Down here. The knee, please, Hörður, here. That's it.
you not gonna grab me, touch it. Okay. Now you're getting hit. You're getting a screen. You only have 1 second, so the ball is coming all over you. Okay, come on. Já, það hefur Kjartan alltaf. Sánum ekki alveg hvað hann ætla að gera, en það kemur allt í ljós. 1,2 eftir að fara hérna yfir allan völlinn. 54-48. Ætlasingar fá hér loka sóknina og Haukur kemur boltanum á Okeke snýr fyrir við skotið, Okeke! Gengur ekki og staðan hér eftir fyrri hálfleikinn 54-48 fyrir Ætlasinga í stór skemmtilegum leik og Ætlasinga leiða með 6 stigum og leikurinn bara verið náttúrulega staðist allar væntingar. Ég og Helgi við ætlum að draga okkur í smá hlé. Stefán Árni og félagar ætla að gera upp þetta fyrri hálfleikinn eftir smá stund. Við erum á David Okeke. Við erum síðan bara Arnar með pick og roll Álftanes. Sigtryggur Arnar. Nei, ég held að ég taki bara David Okeke og pick og roll Arnar, sjáum bara síðan til. Ég er með Justin líka, skrifur og Hauk. Það eiga þetta með Sadio eftirleik bara. Ég heyrði ekki hvað Egill sagði við mig áðan varðandi það. Það er alveg hræðilegt sko. Þarna kemur alltaf eitthvað svona hljóð. Já. Kemur alltaf BJÚM! Geggjað samt að veit. Já, mild sko. Það er ég bara í massífi stemmar, ég vil fá hann DJ hittum. Ég vil fá gæinn hann að gæinn hittum mig. Ég veit að Okeke er búinn að breyta þessu. Æ, þetta var geggjað. Besti pre-game borgari. Hann er alltaf einhverja helvítis megrum. Já, við átum þetta allt. Ég báðaði bara fremri. Líka þegar ég labbaði inn í hús, hamborgarlyktin og Cypress Hill. Ekki núna, en áðan og með leikstendur og heyri ekkert í þeirra. Já.
Nei, það alltaf leið. Jó, baktalan bara. Mig? 5:30. Já. Já. Það var geðið. Ég ætlaði nefnilega að nefna innkoman hans var náttúrulega ekki góð. Ok, ef rafmagnið fer, þá eru klippurnar farnar. Þannig ég skil þetta rétt. Ok, þá vitið þið það strákar að ef skjárinn slöknar, þá erum við bara í mynd. Ok. Við bara tölum það sem við þurfum að tala. Hvað ef Arnar getur ekki farið yfir klippi og bara tala við Arnar? Er það ekki bara Arnar? Bara tala við þig? Þessu? Hafðu ekki áhyggjur af þessu? Ok. Sextiga leikur á Álftanesinu, algjörlega geggjaður körfuboltaleikur strákar fyrir beint í þetta hemmið. Þetta er bara unun og forréttindi að fá að horfa á þetta. Sammála og maður þurfi ekki svona borga hérna inn, þannig að það er ennþá betra. Það var bara gratís. En þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við köllum eftir hérna í þættunum okkur hérna á undan og Álftanesi heldur betur að svara með öllu þessum barningi og fráköstum og bara virkilega gaman að sjá þá komin inn að leik svona sterkan. Og fréttin náttúrulega bara eftir fyrirháleikinn er David Okeke. Hann er búinn að vera frábært, 14 stig. Aðeins ryðgaður þegar hann kemur inn í leikinn. Misti boltan núna strax. Já, og leit út fyrir og dálítið ritaðar eins og þú segir þegar hann kom. Ekki skrítið, ég reikna með því að hann sé ekki búinn að spila 5-5 síðan hann meiddist. En síðan náttúrulega kom bara, þú veist, gæðin í ljós og þú veist, Tommy gerði mjög vel að byrja en þú veist, ákveður á réttum tímapunkti kom Okeke inn á og þú veist, búinn að vera sóknar frákvöst, barningur undir körfunni, stór strákur, stór skrokkur og bara láta heldur betur finna fyrir sér. Algjörlega ómetanlegt fyrir Álftanesinga hemmi að fá manninn inn og hann er líka bara, hann er nokkuð tilbúinn sko. Hann er svakalega tilbúinn en eins og þú sagðir, hann var að smá riði honum fyrstu 2 sóknirnar en þegar hann komst í dampinn og er að ná sér í þessar stellingar undir körfunni og taka sóknar frákvöst, klára færin undir, hann er búinn að fara hvað, nokkuð sem á línuna með end one og annað slíkt og hann breytir bara allri svona taktík og ímynd liðsins og hann er líka að setja þetta stuttu kjömpera fyrir utan sem er náttúrulega bara hann að draga líka þá drungilega sagast út fyrir tegin og svona þannig að þetta er mikið plús fyrir það að hann sé komið þarna inn aftur. Heldur betur geggjaður fyrirháleikur hjá David Okeke. Arnar Guðjónsson ræddi við okkur fyrir leik hvernig Álftanesingarnir voru að spila vegg og veltu í leik 1. Það hefur breyst í kvöld Arnar. Já, það hefur heldur betur breyst og við getum séð nokkra klippur. Liðið er vel undirbúið, þeir eru vita nákvæmlega hvað þeir ætla að sækja. Hér sjáum við þetta fyrsta sókn leiksins. Haukur setur hindrun, hann rúllar á hringinn, hann er ekki að poppa, hann er að fara djúpt á hringinn. Tommy kemur síðan með svona fake skin, auðvitað dettur skjárinn út en það leit mjög vel út. Haukur fékk boltan djúpt inn í teignum og bjóti gott skot. Svo héldu þeir áfram að gera þetta útleiklutan að ráðast á skiptingarnar með því að setja skrín og rúlla. Þegar Okeke kemur síðan inn á, hérna er komin ný klippa, sjáum þetta er líklega klippa nr. 2 hérna, já. Hér setur Thomas hindrun, kemur upp í aðra hindrun, setur svona það sem að kalla draugaskrín, hann hleypur í burtu rætt, gefur Justin svæðið til að sækja og góðir hlutir gerast fyrir þá þannig. Hérna býr hann til pláss með að fara djúpt, miklu betra flæði fyrir þá. Það sem að gerist þegar Okeke kemur inn á, eins og Benni var búinn að tala þeir ætlaðu að spila öðruvísi pick and roll vörn með hann. Þeir voru ekki að skipta með Okeke. Hér gera Álftanesingar vel. Þeir ætla að ráðast hérna á annan gríska bróðurinn. Haukur setur skrín. Núna er allt í lagi. Haukur poppar að því að Okeke fyrir djúpt. Þá búa þeir til þetta sama spacing. 4 fyrir utan, 1 inni og Justin fær svæði til að ráðast á þann leikmann sem hann vil ráðast á og kemst í gott auðvelt sniðskot. Þetta er búið að vera frábær viðbót hjá þeim og þeir hafa gert gríðarlega vel með þetta. Takk hella fyrir þetta Arnar, við erum að glíma við smá rafmagnsleysi hérna á Álftanesinu Ómar og sko, þetta er nánast óaðfinnanlegur fyrirháleikur hjá Álftanesingum. Þeir verða bara að halda áfram því að 60 þau fuðra brauð.
Já, og þú veist, eins mikið við getum hrósað Álftanesi það sem þeir eru búin að vera að gera og þú veist, og búin að frákasta frábælega, þeir eru búin að halda Tindastóli algjörlega í burtu frá körfunni og gera alla þessa litlu hluti sem við vorum að tala fyrir leik og þetta samt bara 6 stig. Miðað við að Álftanesi að spila, sko, ég ætla ekki að segja perfect leik, en nærru því þeir eru búin að bæta allt það sem var að ganga illa í síðasta leik, þá, þú veist, myndi ég vilja sem Álftanesingur, sko, vera komin með 10+ stig á þessum tímapunkti. Hemmi, hef ekki tíma fyrir þig, við þurfum að höra auglýsingar. Takk fyrir mig. Heiðar og Helgi Magg taka við og lýsa seinni hálfleik með smá.
Jú, velkomin aftur, kæru áhorfendur. Og velkomin aftur. Við erum að fara, við erum að styðst í að seinni hálfleikur þar af stað í leik Álftanes og Tindastóls. Og Hjalti Vignisson sjá kónginn hér og svo Ívar Guðmundsson, þetta MVP, Most Valuable Player dagsins hjá okkur. Þessi gæi að græja rafmagni hérna fyrir okkur, búinn að vera sveittur á efri vörinni og hrikalega mikilvægur leikmaður. En allt að vera klárt hérna fyrir seinni hálfleik. Ég segi bara áfram það sama, þetta var taumlega skemmtileg helgi. Já, við sjáum að Sadio er kominn inn með 4 villur. Það var áhvert að sjá hvort að Álftanesingar munu reyna að sækja eitthvað á hann og bara koma hann út úr þessu leik. Já, það verður kraftaverk ef hann helst á vellinum hérna út leikinn á 4 villum, fekk 4 villir bara eftir einhverja 6 mínútur, eftir 3. villina og svo tæknivillu. En allt að vera klárt hér, Justin James og góður í fyrir hálfleik. Og ég segi bara góð skemmtun, kæru áhorfendur. Seinni hálfleikur er hafinn í leik Álftanes og Tindastóls, leikur 2. Stólarnir leiða 1-0 eftir sigur á Króknum. En hér, Ísingar í sól, Justin James opnast hérna, Justin James tekur höggið, Haukur út á Klonaras, Klonaras fer á dribbli, Klonaras og fyrir erfið aðgerðna, flott vörn á Tindastólpunum. Og hér kemur Basíl upp með boltan. Basíl hérna, kemur út. Jannis, Akramanis á vinstri hendina sína, Sadio Doucouré á dribblinu inn í miðjuna og klárar þetta ekki. Og Tómas var flott framkast. Hópinn hana. Og hér. Klonaras. Klonaras hér gegn Justin James opinn. Skrítið opinn, en gengur ekki. Og Gílas með flott framkast að hörðu þar mynduna. Já, fínasta skot fyrir Justin James og Tindastóls þurfa að gera betur á heldur þetta. Það var skrítið opinn hana. Að Tómas Gílas skilja vel í framkvæmstu barndininn, hitti boltan, sótti vindina. Hér, Basíl. Það skrýn frá Gílas. Boltinn út á Jannis. Og Jannis aftur. Það skrýn frá Tómas. Jannis fyrir bara í skoti. Setur þetta niður! Skora fyrstu stig seinni hálfleiks. Jannis Akramanis. Kemur svo niður í 3 stig. 44, 51. Hér, Haukur. Hörður hér. Hauk aftur, Haukur fyrir á dribblið. Haukur ætlar að tjekka upp Doucouré hérna. Tómas kemur sem bara í burtu. Haukur fer upp og það ekki að setja þetta. Gott vörn með Doucouré hana. Töluverður munur fyrir Hauka að vera að bakka niður Doucouré eða einhvern annan leikmann. Álftanesinga. Þannig á hér, Basíl út á vindina. Jannis stilur boltanum og komur á bak. Aldrei svo á bak við Eira og herði axli hana. Þetta eru mikilvægir boltar. Jannis er að byrja hann að seinni hálfleik hérna mjög sterkt. Já, skora hennar fyrstu 5 stig seinni hálfleiks. Stólar og hér. James sem bara á hringið saman hvað skorar yfir Sindrik Arnar. Þessi hægu, löngu skref eru alveg, það er unnin að horfa á þetta. Já, hægir bara á öllu einhvern veginn. Hér, Arnar, neitar skoti hérna, Arnar kemur sér í miðina, fyrir erfið skot, klikkar og Klonaras með frákastig, Klonaras á ferðinni, Klonaras hér og Arnar mættir og já, Ísingar eiga þennan. Arnar vildi meina að þeir verður flott á hann á hann. Geta dæmt og Ísingar eiga boltan hér undir körfu. Tómas, Haukur og Justin James á boltan hér og þetta er þægileg 2 stig, mjög þægileg. Justin James skorar fyrstu 4 stig Álftanesingar í seinni hálfleik. Arnar kemur honum út á Jannis með beintu, hann er í stuð, nei, klikkar og Tómas með gott frákast, sótti hann á boltan. Það er ágefni fyrir Tindastólsmenn hvað Álftanesingar geta einhvern veginn bara fundið góð skot finnst manni ítrekkað. Hér, James, Gílas kemur hjálpina, Tómas og Hörður fyrir ekki skotið, Hörður fyrir inn í miðina og reynir að tróða hann með Hauk. Já, Hörður er að skjóta þessu og Stólar eiga þeirra borta. Já. Veit nú ekki með það, en þetta Hörður bara láta vaða. Já, klálega að skjóta þessu. Hér, þetta er Basíl upp fyrir Stólar.
Basíl hér, hægri hendinni, mætir Tómasi. Basíl í floti, gengur ekki. Inn í hendunum með Drungilas sem Hörður gerir vel, slær hún á hendur á honum. Hér Justin James. Arnar gerir vel og Hörður hikar aftur. Skrýðin frá Tómasi. Hörður hérna fór upp í loft og hér mætir bara Tómas. Hirðir læsir höndum á boltan, hrikalega vel gert af Tómasi. Það eins og tölum hann, orkustíð einhvern veginn, mann finnst það meira Álfnesinga, það meiri svona einhver örvænting í þeim. Tilbúin að gera þessa litlu hluti sem þarf að gera. Þið vita hvað býður þeirra ef þeir lenda 2-0 undir og þurfa að fara á krókinn. Sækja sigur þar, þurfa helst að gera það en það verður erfitt að þeir þurfa að gera það tvisvar. Hér, Arnar á Jannis. Jannis og Víníkur styrkurinn að grís baráttan og það á milli Dimitrios Klonaras og Giannis Akramanis. Það verður kraftur í þessu. Virkilega vel gert af Jannis og gaman að sjá félagann að vera klást hérna. Já, það eru fáir grískir þessi strákar og auðvitað líka Dimitrios Akramanis. Sá líka bara Jannis og Dimitrios bróður hans vera komnir á Álftanes Njarðvík útileik þar að horfa á sinn mann. Já, væntanlega eðlilega þessi menn búin að hengja skor öðrum inn á Íslandi. Landar og sækjast ykkur mannlan og hér það kljást á vellinum. Á vellinum einhver vinir, það bara staðan. Og hér Hörður að byrja leik furðulega. Seinna hálfleik. Hér Haukur. Hér gegn Drungilas, Haukur ræst á körfuna, Haukur fyrir upp aftur megin og þetta var rosalegt! Haukur Helgi! Og fáránlega vel gert! Ég meina, þeir svo bara í gamla góða skúpskoti hérna undir. Hátt upp og beint honi, ekkert spjald, þarf það ekki. Ég er ekki viss að sá hluti að vera viljandi en virkilega vel gert hjá Hauki. Og hvað var eitthvað Drungilas að missa svona framtöð sér á hægri höndina. Haukur setur við víti og kemur munnum hér upp í 5 stig, 61-56. Basíl á Jannis Akramanis sem byrjun að setja mjög vel. Finnir Ekkur Kúri sækja náttið við, kemur hann út. Drungilas, Hörður trúttar hann mjög mikið og þessi bolti bara út af. Drungilas hafði ekki hugmynd hann að Hörður Laxar var aftur hann. Og hér koma Keke og Dú inn á fyrir Hörð og Tomma. Og Keke algjörlega stórkostlegur inn í fyrri hálfleik. 14 stig, 4 sóknar frákvæmst og bara gaf Álftanes þessu auka orku sem við þurftum og söknuðu svo sannarlega í fyrsta leik. Klálega heldur betur að hafa Keke á gólfinu og hér Justin James. Arnar á honum og setur þetta niður. Justin James gerir þetta hrikalega vel. Staðan 63-56. Álftaneslingar að fyrir hérna mjög sterk. Basíl á Drungilas, Jannis inn í miðuna, Jannis, hann eini sem aktífur hérna sóknarlega. Það að draga þetta stórulega áfram núna. Það eru ákveðin vonbrigði að Álftanesingar einhvern veginn hvað Tindastóls-menn eiga miklum erfiðleikum með að leysa sóknarleik Álftanesinga. Og hér gerir Basíl vel sendingunni, Dúi til varnar og Basíl klikkar! Og hér Klonaras á móti í stemningsskot! Nei, klikkar líka! Þessi hefði kveikt í höllum. Þessi hefði verið ansi stór hér í Jannis. Býður frammi og inn að stenda á Justin James. Akramanis sem að Situr í gull með eitthvað læti. Já, svo láta að vera. Hitti, auðvitað, playoffs. Þannig að Akramanis ítir ansi mikið hana með. Ég vil að segja hann veit, hann fær að nota sterting bálmegin en Jannis fær líka að nota 100 töluverð. Og Jannis byrjar mjög sterk. Hann komið með 15 stig, getur skorið til 16 og 17. Hér eru dómarinn að ræða sín á milli. Þetta sé eitthvað. Mér leiðist þessi lenska að leikmenn séu ítrekka að biðja eitthvað sem skoða fram og tilbaka. Bara áfram með þetta, þetta er 3. leikmundi, það eru 4 mínútur eftir á honum. Bara dæmið eins og þau sáu þetta og málið dautt. Og hana nú. Ég veit ekki hvað er að ræða.
Það er að skoða hvort sé óverðumastu villa. Það hlusta ekki á mig. Nei, ætti að hafa það í eyranu. Já, mér varst nú... Það var ekkert á þetta, ég veit ekki af hverju að skoða. En þeir hafa sínar ástæður og þeir sáðu þetta bara einu sinni. Stuðningsmenn Álftaness að hvetja Sadio Doucouré fram. Það er grunar nú að sé ykkur kaldaninn bak við þetta. Já. Sjáum þetta aftur. Þetta er ekki neitt, áfram bara. Nei. Ég veit ekki hvað er það að sjá út af þessu. Hérna verður svo okkur læti eftir á. Já, hvort að segja, skoða atvikinn eftir á. Ég veit ekki hvað er þetta að sjá út úr þessu. Það er eitthvað sem mun koma hérna í ljós. Ég veit ekki hvað er þetta að sjá. Lesaði dómarinn okkar. Skoða þetta alveg rækilega. Þetta er ekki neitt. Nú er það tilfinningar og læti í þessu sem bara að vinna góða. Þú ert náttúrulega af gamla skólanum, Helgi. Já, og þú ert lætið, þú ert barning og menn komist upp með það. Já, við náttúrulega bara gerum ekkert svona í gamla daga. Nei, óverðumastu villa. Ákveð. Og ég finn út í því að þetta sé óverðumastu villa. Á Justin? Já. Þetta... Ok. Já, það dæmið þá bara áfram með þetta. Já, þeir eru dómarnir, þeir þekkja regluna, þeir geta séð þetta aftur og aftur, þannig að þetta hlýtur bara að vera rétt. Saman hvað okkur finnst í öðrum. Jannis setur niður víti og hann fær hér 2 víti. Sjáum að stólarnir eru að ganga við sér hérna. Kjartan er vægast samt. Já, og hann setur niður bæði víti. Þetta eru líka 2 skot á bolti, þetta er rándýr. Og 14 sekundur á skotleiku. Þetta er leikurinn Róðis áfram. Já, nú er það þessi gabbasa, látið ekki snúast upp í eitthvað momentum. Já, þegar það er klálega opnaði skluggi fyrir það hér. Basíl og Doucouré. Basíl aftur. Og boltinn út á Arnar. Arnar á dribbinu. Arnar fyrir Strungilas. Strungilas elskar stóru skotin og klikkar. Og þetta er James fyrir Roberti. Og Dúi hér á ferðinni. Það er 60 hérna stóla. Dúa, Dúi, hérna kemur hann niður á og Basíl dættur brott yfir hendur af Lautarinn Haug. Já, heldur í Haug og gera hverjum til að komast í boltan. Já, meðan stólarnir eru að skipta á þessum boltaspilum, þá geta Álfnesingar alltaf stótt í þetta. Sett Basíl eða hvern sem þeir vilja fá á Haug og á póstinn. James kemur hann OKG hans inn á ákvörðunni hérna fyrir upp og það er ekki að klára þetta. Jannis gerir vel vartanlega, fluglaðan hans mikið. Hér Jannis, Agramannis á hringi og hann heldur á Vilja. Nú er allir byrjar að kalla í skjáin. En þetta, svo spurning hvernig hún beitir þessari áskorun, þjálfar að fá einn áskorun. Og Kjartan segir já takk við að fara í skjáin. Já, svona hvort að þetta mér, svo þessi ákvörðum mér ráðast ákvörðum tilfinningum. Já, bara allt í góðu, Kjartan vill kalla þetta, bara flott. Gilvöðu, það er allt í góðu, en bara ég vil að menn takmarki þetta skjá, hérna, skjádót. Það er bara mín persónuleg skoðun. Já. Fáum við að sjá þetta hér aftur, Kjartan sjáum þetta aftur hérna. Boltinn virðist fara af Jannis og út af, hann heldur hann puttan á sér. Og sjáum þetta aftur hérna, hér sjáum við þetta post hér. Þetta sé rétt hjá hann. Já. Og
Kjartan hafa búin að nota sína áskorunni. Þjálfar að fá eina áskorun að skora á einhvern dóm og þá fara þeir skjónurinn að breyta honum og þeir breyta dómnum. Hvernig virkar það? Heldur maður að fá áskorun? Það er bara í NBA, en það er ekki hér. Það er leiðilegt. Já, það er leiðilegt. Mér finnst það svona skemmtileg regla. Hér kemur Dúi upp með boltan. Íslendingar vinna boltan og mikil spenna hérna í húsinu. Áþreifanleg er Dúi. Okeke vill fá hann, fær hann ekki og jú, kom honum á hann hér og Sadio Doucouré til varna. Okeke frá tjekkanum og setur þetta niður. Okeke líður þá Sadio Doucouré fyrir að brjóta ansi hart til að fá villur núna. En gerði þetta vel að lag. Okeke klára þetta ansi. Servitt. Erfitt skot. Arnar Björnsson gengur ekki. Þessi skot hafi ekki gengið á hann sinni fyrsta leikunda. Elton Aras. Egus út og kemur hann á Justin James. 5 stiga munur. Justin James hér. Og finnir Okeke og það gerir tekur á boltinn. Endar í hundarum Arnari. Hér Doucouré. Basile fyrir upp og setur það niður. Tekur Díaz Basile. Hvað voru snöggir völlin. Viktor úti, Okeke á trippinu, kemur hann út á Aras. Aras, kemur hann Aras, kemur hann tryggir og frábær völd á Drúgílas og mikil barð á Okeke og Arnar í uppkasti hérna. Og Áttasíkar halda boltanum. Mikið hit hérna. Reglulega frá Moppa, sjáumlega frábær völd á Drúgílas og hér kemur Aras að velli. Man upplifar samt að eins og Álftnesingar sé að spila tölvöld betur í þessu leik sem að starfa í Tindastól. Það samt bara tryggast þetta. Nákvæmlega. Og líður eins og þessi aldrei verður fyrir stólana á meðan Álftnesingar að fá mikið af því sem vilja ekki gera. Mér finnst Stólandi bara hefði ekki verið nógu þolinmóður sóknarleik. Þeir að leita einhverju stefni í skotus með að klára þetta og fyrir meðan Álftnesingar var að sækja það sem er að virka. Haukur, Vörður kemur okkur fór að sækja boltan. Haukur hér, það er opið skot, Haukur ekki, gengur ekki. Og sáðu frá Arnar frákasti, Okeke hendur sinna, finnur Dúa, Haukur, frábær sending, frábær spilnaskar. Dúa hérna. Og hér Drúgílas sem í stemmingsskotið sem á táðanum rétt á hann ekki. Hér, Justin James. Á vinstrendinni, Justin James. Og brotið á honum, já. Það bænt á Arnar. Baráttan í Álftnesingum er aðdáunarverð. Já, Arnar Björnsson að fá svona fyrstu villu. Sáum að Justin James fara inn í sóknarfrákastið. Við sjáum Dúa vera komin á réttasta líka og Okeke kom hönd á bolta. Þetta er bara... Þetta er svona liðs-effort einhvern veginn. Hér koma Dimitrios Sakaravanis og David Skekks inn á. Og hér Justin James. Haukur kemur að sækja boltan. Það skrýn frá Okeke, nú sækjar á Dimitrios Sakaravanis. Boltinn niður á Okeke. Okeke við gali skot, mjög erfitt að maður. Og hér Arnar Björnsson. Mínúta og 50 sekúndur eftir á þriðarleikunda. Arnar kemur honum á Jannis. Jannis var skrýn frá bróður sinum. Jannis á vinstrendinni. Finnur bróður sinn hér og hrikalega vel gert. Klárt ekki. Já, spiluðu mjög vel saman. Jannis búinn að vera mjög líflegur hérna í seinni hálfleik og bara virðist geta komist ítrekkað á þessa vinstri hönd sína. Kemur Pétur Rúnar inn á fyrir Arnar Björnsson. Dimitrios Sakaravanis komið 4 stig hérna í þessu leik. Það verður áhört að sjá núna hvernig bekkurinn hjá Tindastólsmönnum kom inn í þetta. Þeir voru -9, -10 og -13 á þessu þeirra helstu hestar af bekknum í fyrri hálfleik. Þeir verða að gera betur. Nú er líka áhört að sjá hvort að Álftnesingar að halda áfram að sækja á Dimitrios eins og þeir gerðu bara ítrekkað í fyrri hálfleik. Og bara gerðu það vel. Já, það var samt ekki flókinn sóknarleikur. Þeir bara sett einn boltaskrín og virtust komast alltaf þangað sem þeir vildu. Haukur Helgi kemur hér á velli og Lukas Balica kemur inn á. Og hér Justin James. David Skekks til varnar.
Jú, reynar það sama á hér, Okeke og Justin James, galopi fyrir utan, nei, gengur ekki. Gengur klálega galopi skot hérna. Tindastóls heppnir þarna. Hér, Vasíl á leita Dimitrios Akravannis sem hæstir á Justin James og kemur Palitsa í hjálpina og Dimitrios horfir í kringu sig, finnur Pétur. Pétur hreyfa sig á veikulíðinni. Giannis Akravannis sem í skot, nei, klikkar. Þá er barðurinn frákastið, hörðu gerir vel, þeir veitast að tapa boltanum og það er ekki aftur miðju. Hér Dimitrios Akravannis og svo slur þetta dæm. Já, frábærlega gert á Justin James, las þetta í gæri. Já. Akravannis pínu klaufið hana. Já, samanskapið vel gert hjá Justin James. Fórnar hann að skróknum og lesi þetta bara. Já. Þannig að yfir sig allan. Vasan hana. Dimitrios Akravannis fær sinna aðra villu. Sem en aðan. Þeir líka ekki aftur í miðju. Nýta hana. Hefur ekki verið gott fyrir stóluna að nýta hann að tapa að bolta eftir opinn völlur. Akravannis opinn hann að fá sóknarleikurinn. Hér, Justin James. Finnur Okeke, Okeke rúlar. Sjá þetta hendurnar í kringum hann. Okeke klárar hann að hendur það vel. Enn og ný boltahindrun með Dimitrios. Hér Giannis. Skrín frá bróður sínum hér. Giannis. Þeir eru upp hérna á mikið startu boltan og hann ætlar að búa. Það var alveg klapsama. Hér. Búi. Finnur Justin James. Það er munað hér 7 sekundum á skróklingu og leikhlaupu. Já, við vitum líka alveg hvað er að fara að gerast. Okeke er að fara að setja boltahindrun og þeir ætla að ráðast á. Þeir skipta á því á veifanum. Hér Justin James upp í skoti. Pétur upp í skoti, Pétur rúlar! Kikka! Staðan er hér eftir 3 leikta. 71-64 fyrir heimamenn. Aftursingar komið gríðarlega vel hérna út í 3. leikta. Hérna með 7 stigum. Justin James, þessi maður hér, komið 24 stig. Verið stórkostlegur í liði Aftursinga. Skulum heyra í Benna Gunn, þjálfara Tindastóls. He stays still, okay? And we go don't heads too high either. Hey, and offense, don't start to play hero ball now. You gotta move the ball and share it. It's too much one-on-one, too much dribbling. Run the plays. Let's go stack the 3 next time, okay? Stack the 3 and keep moving the ball. If you see a gap to attack, you'll take it. Otherwise, you share the ball, wait for the right moment. Come on, better. Þarna sjáum við Kó Konga, Pavel og Dagur formaður Tindastóls, það verður alveg unski. Og hér, Bjarki Sigurðsson, fréttamaður. Pottið bróðan sem hlið á honum, Naunu, Raggi Braga, Íslandsmeistari með Þór Þorlákshöfn 2021. Og hér sjáum við 2 höfðingja, Gunnar Birgisson og Matti Dalmæ. Og hérna, Hugi Haldursson ofur í. Alvöru nöfn hérna í húsinu. Eðlilega, hér er gaman að vera. Fjóðarleikundi að fara af stað, afkáp. Tindastóls verða að leysa þetta betur með hann hérna Dimitrios inn á vellinum. Þeir vita alveg hvað er að fara að gerast. Það með ekki koma bara að opna opin skot eftir þessu trekk. Og sérstaklega ekki opin skot frá Justin James. Það er bara óbúslega erfið viðuregna. Dimitrios Akravannis ætla að eltast við Justin James hérna frá þriggjartalínu. Hér stólarnir 7 stigum undir. Dagur Skers kemur upp. Pétur fyrir inn í teginn. Kemur í hornið. Giannis Akravannis upp í skot. Nei, klikka. En Dimitrios með frákastið. Þeir beint á ringinn og klárar þetta hrikalega vel. Mikilvægt. Við sá Benna í leiklínu biðla til. Já, Kjartan Atli fær hér tæknivillu fyrir Guð. Það var að biðja Midgård. Didrik Díaz Basíl. Kjartan Atli mjög ósáttur við hversu mikið handcheck Basíl. Sjáum hann að Kjartan ekki ánægður kemur inn á völlinn. Kjartan verður að
halda svona tilfinningunum í skelluna aðeins núna. 71-67, Stólarnir skora fyrstu 3 stig, fjórða leikunda. Ég veit að þetta er bara eitt vídeó í tæknivelli, en svo bara getur mun ansi miklu 1 stig, 1-2 stig hér og þar. Desmond James, niður ekki bara staðan, það er að koma bara með hér, Haukur, grípur hann hátt uppi, fer upp og þessi getur að dúa hana. Það myndist vera bara eitthvað brot, en það endaðist mjög vel. 73-67. Getur á Basíl. Dimitrios Sakarvannis fyrir skrýni. Basíl, fyrstu skot hérna, heikulega vel gert. Hexur sér niður, Fredrik Díon Basíl. Vel gert hjá Basíl, sækir á Dúa. Harður. Haukur, Dúi Þór. Dúi inn í miðuna, Dúi í markmenni hana. Vittan dæmt. Vittan dæmt. Basíl dæmdur brotlegur, líklega. Já, nei. Dimitrios Sakarvannis sem fekk vituna. Já. Aksjón. Dúi á vítarinni. Sýndinu fyrra vítur. 54 hér eftir að þessum leik. Bara að fara hér straight to the wire, eins og að segja. Þetta verður heilsins spennandi hérna. Finna bara á mér. Og Dúi setur nefn bæði vítin. Dúi komið flottur inn hérna í liði. Áttar sig á fólkskiptinguna. Já. Og skiptingin. Heyrði engin neitt. Desmond James kemur á velli. Þetta verður stutt mínúta sem hann fær þegar sér. Það var ekki miklu hvít og hann fer beint til sjúkraþjálfara og er eitthvað reyfa sér öllum hana. Vonandi hann sé í lagi. En hér Pétur og Davíð Skeggs. Pétur aftur. Pétur Dimitrios Sakarvannis fyrir skotið og setur þetta niður. Kemur svo niður í 3 stig. Vel gert hjá Dimitrios. Dúi kemur með hótt á Planaras. Nú er átt sjá hver stígur upp boltarins meginn. Haukur upp í skóð. Hóðilegt skrín. Dæmt á Tómas í spil. Já. Og skamdáttur hérna. Já. Það er alvöru pressa á sjúkraþjálfara Álfnesinga. Koma Justin James aftur inn á völlinn sem fyrst. Það verður að hlúa á honum hana. Sjáum þetta hér. Þetta er að gera einhverja æfingar á öklanum. Og hér. Þetta Stólar minkar með þeirra einn stig að jafna. Hér Pétur finnur Dimitrios Sakarvannis sem er sterkt upp og jú, vittan dag. Það er bara löngu hægt að heyra í dómarunum. Hvað var það að flöta? Sóknarvöldi. Það flöta sóknarvöldi á Dimitrios Sakarvannis. Já, sóknarvöldi á dæmt hérna. Hvað meina? En hann rekur bara öxtur inn í bringuna á honum. Ég veit ekki. Sóknarvöldi dæmt á Dimitrios Sakarvannis og hann er að fá svona 4. villu. Hann kemur að, hann er enda inn á sínum 4 villum og hér Dúi. Dúi kemur um boltan. Og hér Hörður fær hann. Aftur Dúi. Dúi hérna, boltaði fær í gegn með Haukur. Haukur fyrir floti og þessi leikur af hringnum. Aftan að sóknir núna með án Justin James fyrir Álfnesinga. Hér Pétur upp í skoti. Pétur Rúnar Birgisson. Klikkað. Stemmingsskoti er ekki að detta þessu stundar fyrir Stóla. Það er þrátt fyrir að Justin James út að vera Álfnesinga samt að fá bara mjög góð skot. Hörður. Finnur Hauk. Dúi. Dúi í miðuna. Það býður eftir rúlinu frá Hauki og góðar hendur á Basíl. Kúkúre. Kemur hann að Pétur. Álfnesingar eru bara flækitt okkur núna. Þeir eiga að vera að sækja á Sakarvannis. Hér Dimitrios Sakarvannis. Upp í skot. Dimitrios Sakarvannis. 7. leikinn. 75. 7 mínútur eftir.
Haukur. Hörður hér, Hörður á driflinu. Kemur hann út af Konaras er myndast af, myndinginu með vantanlega. Kemur hann niður á Tómas, Dúi. Ekki að gera sinna, 5, 4, Dúi. Það er átti skot, Dúi. Stendur að lífa. Sannlega skoti. Dúi Brón. Benedikt algjörlega brjálaður út í Beisól að ger ekki meiri pressu á Dúana. Ekkert eftir að skokana, þetta var lífsnöðst eftir Altnesinga. Svara þessu áhlaupi frá Stólu. Hér Pétur Rúnar fyrir Dimitrós. Hann settir náðan, ætlar að setja þetta núna. Þetta er stjórn. Og Dúi með frákastinn. Þannig að þremstuðinu 78-75. Hörður úr skrínu með hana. Thomas, Jörgen skrín. Thomas inn í miðuna. Thomas framfram fyrir hann. Dúi aftur inn í bóttanum á topp. Dúi, afturlega vingi, vittan dæmt. Já, Basíl lendar hann aðeins eftir honum og brýtur á honum. Fjórða vittan á Basíl. Það var Dimitrós, Agravanlis, Satjot og Gúra. Basíl aftur á 4 vittum hér úr leikinn. Og hér kemur Justin James aftur inn á. Dúi, sjálfskoti frá Dúa aftur inn á. Þetta skoti hérna, risastór skot. Tómas og Hörður koma að velli. Og við erum búin að vera virkilega flottur í kvöld. Ég veit nú ekkert hvað stendur að toppfæðlaðin í honum, en hann er búin að vera ótrúlega flottur þetta. Já, klálega. Það verður kjarta í þeim gæja. Justin James og Larkin er með sendingu. Og Hjörtur Gúri á sendingin erfið. Og þeir koma á hann. Þetta var ótrúlega. Davíð Skeggs upp í skot! Tindastóllsmenn eru að flýta sér allt og mikið í sóknarleiknum. Justin James. Finnir upp og Keke fyrir upp og enginn myndandar. Heppnir þarna Tindastóllsmenn. Það var klálega ílt í og Keke hérna, það var rullinu. Dimitrós Agravanlis upp í skot! Wow! Dimitrós Agravanlis með 2 þristefn á jafna leikinn. 78-78. Konaras á Justin James, andast eftir. Justin James upp í skot! Gengur ekki! Það getur stóðað hér, komið stýri við. Pétur Rúnar. Það er skrín frá Dimitrós Agravanlis. Pétur Rúnar aftur. Nei, Agravanlis var að sækja hann djúpt. Hann var að skjóta þessu. Það er að segja einhverja. Það veifar mjög burt. Það er einhver stemning að fara í þessi stað núna. Dimitrós Agravanlis upp í skotið. Það klikkar. Ok, þetta er ekki alveg að betti og klikkar. Benni er ekkert að springa úr gleði af að bekknum sínist mér. Nei. Hér, Konaras. Arnar. Bakkinn á honum. Konaras. Og hann finnir hér Justin James. Geggs með gott close out. Justin James kemur honum á Keke. Og þessi bolti. Snett alltaf hringin á hann fór upp og aftur. Frábær vörn með Geggs þarna. Hann gerði mjög vel. En þá jafn 78-78. Pétur aftur á Agravanlis. Hann hættir ekki að skjóta. Aftur hættir að gera. Hann bara hittir og hittir. Hann tóra öðru hverju skoti. Wow! Þessi gæi, þetta er ótrúlegt. Það er ekki hikað í eina sekúndu. Nýbúinn að klippa ykkur þvílíku töffur á skoti. Það var aldrei spurning. Það var alltaf að fara að skjóta þessu. Wow! Kemur Stólu mér 3 stigum yfir. Og heiða hér 81-78. Við skulum heyra í Kjartan Atla og Kjarta þjálfarateimi Álftanes. Þeir eru að fara að ræða sína menn inn í leikliðinu. Hey, what are you going to do? Plenty time left, okay? We just need to go into our offenses a little bit better, okay? Hey, kemur 30 sekundir. Viðbútt. Þetta, skilur. Okay, do it. Vertu inni. Okay? Let's go head 5. Dimitrós, you're playing the 4, okay? So David, you're starting down here, okay? Head 4. Head 4. Just to come out. Kom Altnesinga, maar Dimitrós, heen set it, and we are Altnesinga! okay. Make sure. Hey, read the comments if you're blitzing, you are on target. Okay? Hey, plenty time left. Stay with Agravanlis. Okay, come on. Yes. Lætin inni þessa stundina eru ruggluð. Áhörfundur Tindastóls syngja á tralla hér. Húsi er skoppandi akkurat núna. Við erum 3 stigum yfir. 4:23 eftir hérna þessu leik. Hörður, komum við boltan fyrir
andrúmsloftið inni. Hörður, kemur hann Okeke, tæft hérna, kom ekki boltanum Justin James og hann fær hann hér. Arnar límir sig á hann, hér Justin James. Hörður Axel upp í skot, Hörður Axel setur hann í það! Sá veitir að gefa regnginni í stóra skotinu! Þarna sáu við Gens hjálpa á Justin James og það opnaði fyrir Óttur Kúri, hann þessu niður! Opnar startup að sjá! Hörður Axel á Konaras. Justin James opnar sig, fær boltan. Justin James á driflinu. Og hér dettur Andersson. Stoppar það, fiskar það aftan á bjössin þetta var. Ég sá þetta aftur. Já, hann seldi kallana mjög vel sjá minn Arnar. Okeke. Já. Dúi kemur hér á velli. Minn aftur. Hann bara útgislega klára það, tekur bara höggið á sig. Hér geta stólunir komið sér fyrir tveggja sóknarmun. Pétur. Skrif frá Agramannis sem fer á dribli, Agramannis, alltaf leið og klikkar frábær vörki á Okeke. Og Konaras hér. Konaras í miðuna og tapar boltanum. Vittan dag. Tvö skot tæmir hann. Já, leiðin í skoti hérna, tvö skot. Já, hann komið handsama boltan. Já, og Arnar að fólkna aðra millu. Það var áhört að sjá hversu lengi Benedikt ætlar að vera með Drungilas á bekknum. Hann búinn að vera ansi lengi á bekknum núna. Hann líka fyrir allra besti vardamaður. Konaras. Þetta fyrir jafna leikni fyrir Altanes og setur niður fyrir að viti. Samanskapið eru með Dimitrios sem er komið 19 stig inn á vellinum. Alvöru vopn sem þessi gæi er og bara búinn að koma stólum aftur inn í þetta. Aftur á móti er hann vandamál vardamegin, þannig að hann gefur einhvern veginn Altanes alltaf möguleika að sækja á sig. Og þessi leikur honni, það er allt í allt hérna og skiptingar. Kemur Janis inn á og Basíl. Og Gens og Kúri koma að velli. Kúri út af áhugaverð. Já, mjög áhugaverð. 83, 3:15 eftir þessu leik. Úrslitakeppni í körfu. Þetta er það skemmtilegast í heiminum. Pétur inn í miðuna. Pétur Rúnar! Allt í einu! Pétur Rúnar Birgisson poppa hann upp og setur niður layup. Konaras, aftur hérna eftir hann. Konaras kemur honum út á Justin James. Justin James á driflinu. Aftur Konaras í horninu. Konaras! Konaras! Kemur áttísíku miður. 86-85. Menn verða að setja stóru skoti núna. Pétur. Og hér. Janis við góða hreyfingar. Tapar boltanum. Hér Justin James. Og Haukur skilsa með öðru sjá. Okeke við á boltan og komar hann gjörsamlega. Arnar fekk hann högg líka. Svo menna Arnar kemur strax og brýtur á honum. Alvöru kollision hana, samstuð. Og leikli tekið, Benni Gumma þarf að ræða á sína mennina. Þetta verða ótrúlega senurna, 2:26 eftir Aftursingar með einstigs forustu. Og við skulum heyra hvað Benni Gumminsson hefur að segja á sína menn. How many times have we talked about not helping the strong side? We're getting threes again and again. Let him go in. He's put him on your head. He's got him. If he needs help, he gets it from the weak side, not here. Okay? Okay, listen, one can't get on the line. We're still gonna just take it easy, call the plays, run, share the ball. Don't hurry. No hero ball. Just be patient. Go fast. Timmy, you're gonna say you're gonna pop. Janis, you're gonna flare. DJ, and you're gonna slip. We don't need a three, just play. Já, sjáum að Gunni Birgis, hann er í banastöðu. Og Anton Ari, markvörður Breiðabliks, er sjáum við Úlfana og Sverrir Bergmann.
Þetta eru alvöru household-name-ina. Okkar fyrir fórseti fyrir TH og fórseta herran. Kekk á vítirunni getur komið sér við 3 stig. Risastór víti hér. Kekk stutt, alltaf stutt. Klikkar á báðum vítunum, David Kekk, hvað var þessi bolti? Endar í höndunum á Pétri, klikka á báðum vítunum, þetta er dýrt. Hér, Basíl kemur honum að Pétur. Pétur, þetta á skrín með Dimitrios Sakaramanis. Pétur stjórnaði hérna leiklíðuna á hann, teiknaði eitthvað upp. Hér frábær leikur! Wow! Jannis næstum búinn að hamra þessu niður með Helgi með alvöru villu þarna. Það gekk fullkomlega upp. Komast upp með þetta, Haukur Helgi. Þetta er annars skipti núna sem að Tindastólsmenn er að komast bara beint á hringinu úr þessu einfalda aksjóni. Frábær vill, Haukarna, bara mjög góð. Mjög góð villa. Sérstaklega ekki að hleypa húsinu upp í loft. Hleypa áhverjum og stuðningsmönnum stóla hérna. Allt sprungið, hann tróði þessu. Pressan augljóslega mikið núna og Kekk klikka á 2 vítum. Ég rétt á hann og Jannis Sakaramanis klikka á fyrir vitinu. Jannis getur að jafna leikinn. Og klikka á báðum! Það fór á stemminni. Nei já, það var Dimitrios Sakaramanis. Ég held að þetta er ekki dæmt ef hann klikkaði. Hann klikkaði hvað sem er. Klikkur báð 4 klikku víti rauðan Helgi. Mikið pressa. Haukur, Justin. Justin James hérna á treflinu. Justin James upp í skoti. Gengur ekki. Villan á Dimitrios Sakaramanis. Hann er að fá sína 5. villu held ég. Dimitrios Sakaramanis er ekki saman þessu. Kláða með hendunar á honum hana. Og hann er villaður og Dimitrios Sakaramanis. Gilas kemur á inn á, búinn að setja, það er sér búinn að setja í rauntíma. Ég fór ekki að fara með það, en bara mögulega einfaldar þeim lífið, allan upp á varnarlega. Hann er kominn inn á. Atlesingar hafi ekki eitthvað til að sækja bara beint á. Já. Og hér, Justin James fær hann 2 víti. Setur fyrra víti, Rikki, hann finnir ekki með breytti pressu. Dimitrios Sakaramanis enda með 19 stig. Sett upp sýningu hérna á hann. Þeir klikkar og setna Justin James. Alltaf 2 stigum yfir, 87-85. 1:50 eftir. Með Basíl, skrín frá Gilas. Og aftur. Basíl hér, inn í miðuna. Basíl alltaf er. Og Gilas! Hér Jannis Sakaramanis, kemur í holdið. Basíl, upp í skot í holdinu. Klikkar líka. Og Kekk komast með beintasta. Komið svo nærast með sér. Og Kekk það. Það er ekki bóttið besti. Og svo næst að segja þetta. Kekk næst að það. Það var ótrúlega. Jannis stefnunu. Og Jannis Sakaramanis upp í skot. Setur það niður. Wow! Þessi er rosaleg fyrir stólana. Það er ekki villi bara körfbólti í þessi staðar. Þetta er fallegt. Þetta er skemmtilegt hér Justin James. 99 á tjaka Justin James. Og reynir að koma sér með skoti. Gengur ekki. Og Kekk er frákastinn. Og með boltan út hörðum. Haukur. Og boltinn út að Komaras. Og Justin James. Justin James með drift. Klikkar. Og blóðið á Justin James. Í þriggastega. Skoti okkar 3 víti hér. Wow. Líka senur. Svona Pétur. Sjáum ekki hérna hversu nálægt hann er. Hversu mikið af fyrir í svæðið hans. Sjáum þetta hérna. Já. Það er
sekundur snertingar. Justin James kemur með 8 sekúnd 2 stigum yfir. Setur hann öll vítin, þá þurfa Stólarnir að 2 körfur til að jafna leikinn. Það komast yfir. Justin James búinn að vera algjörlega frábær í kvöld. Já, búinn að vera frábær. Justin James setur öll vítin, þvílíkur tappari. Á 92-88, Stólarnir, þeir verða þá körfu hér. Basíl. Já, hér, Gilas. Basíl aftur, Haukur í varnar. Basíl finnur hér, Jannis Agravanir sem er skot. Klóta, Jannis er bósti, Petri, Basíl gaf á með. Tekur, Agravanir með framkastinn. Og hvað? Tapar boltann og vindur og Jannis Agravanir. Þetta var ótrúlegt. Þeir sóttu boltann flætt, en náðu ekki að nýta sér það. Basíl gaf opinn. Þessi bolti dansar hringum. Hér sækir Haukur vindur að sjá meina. Svo tóndinn á herði. Síðan með þetta. Hér er Haukur á vítaleininni, setur fyrir vítið. Átnesingar að færa snærði að jafna einvið hér móti deildarmeisturum Tindastóls. Og Haukur setur bæri vítið niður. Hér er með 60 að fórustu að 30 sekúndur eftir. Pétur kemur með boltann. Pétur Rúnar kemur í hornið. Drungilas upp í skotið. Drungilas klikkar. Basíl með frákastið. Arnar upp í skot. Og hvað? Þetta sækja frákast. Jannis upp í skotið. Hann sækir. Höfður að telja komana. Hann telur körfuna í þeim hljóðan og skoða þetta. Alveg stemmingsmenni að tella þessa körfu. Fyrstu viðbröðu voru þessi vill að kom tölvöld fyrr. Sjándafturinn er ræðaði saman. Ég veit ekki hvort ég geta farið að skoða þetta ekki. Sjá hérna, þeir bara sækja öll sóknarflokust. Hérna villan. Já. En er það hvernig hann er flautu eða hvernig virkar það? Ég held að sé villan sjálf. Þetta er hann kláðið ekki komin í skoti að drinkla með þess að. Hér ræðaði saman dómarnir. Ég veit ekki hvort þeir mega greinilega ekki fara að skoða þetta. Ég veit ekki, ég þekki ekki regluna. Og hér. Þetta breytir öllu. Og hvað? Þetta eru 3 stig! Þetta er vill að karfa gól! Jesús minn! Þessi leikur hætti bara ekki að gefa. Jannis. Hann getur komið þessu niður í 2 stig ef hann setur þetta víti. Setur víti. Það tók ekki leikli. Hér, Hörður, kemur á bólinn. Og hvað? Hvað gerist? Wow. Þeir vilja skoða þetta. Arnar er sannfærður. Og hvað? Taka leikli að Kjartan Atti. Wow. Þetta. Ekki leikli, segir Kjartan, ekki leikli. Hann er hægt að við leikli. En hvað? Kenna það, við fáum auðvitað bara leikli menni bara að skoða og geta rætt sína milli og teikna upp. Stólarnir eiga þennan bolta. Arnar var sannfærður. Hér. Sjáum þetta fyrst í venjulegu kameru og nú sjáum við þetta aftur hérna. Nú fáum við að sjá þetta hvort liða á boltan. Og við sjáum þetta ekki hana. Við sjáum þetta ekki.
Þetta sjáast hér. Við þurfum að vera samfærir. Já, mér líður eins og Arnar að fara á Arnari, en ég veit það ekki. Ég get enga veginn sagt neitt til það. Þeir eru búin að skota, koma út á gólf og þeir eru eigaðan að bolta. Já, þeir halda boltanum. Þeir halda boltanum Málvíkingar. Það var eiginlega engilega að sjá þetta. Og hér 15,2 sekundur eftir. Stólar ansi nálægt í stela boltanum með 1 á. Hörður Axel tekur inn innkastið. 94-92, Álftísingar. Taka boltan inn, hér Hörður, finnur Flonaras og brjóta hann hér, já. Og Flonaras búinn að vera öruggur á vítalínunni. Sjáum að Justin James liggur eftir. Og virðist vera ansi haltur hérna. Greipast í öklanum og Benni tekur leikhlé. Justin James draghaltur. Það vonda fréttir. Annað maðan þegar það voru að taka innkastið. Sjáum aftur hérna. Það rennur hann aðeins bara. Já, þetta óþægilegt. Vonandi nefna sig að þessu. Skulum heyra í Benna Gum, þjálfara Tindastóls. Okay? If there's a 3-point lead, we go for a 3. Okay? So Basil is gonna take it in. We got Thomas. We got Petur, takk túan inn. Takk túan inn hérna. En við náttúrulega, þú þarft að taka annað leiklið til að fá að fara. Já, þú veist, þá bara förum við í þetta play hérna, okay? Þannig að þú ert þá bara að stilla upp hérna. Hér, Basil and Giannis, okay? You're gonna come, get it. You're gonna fade out. You're gonna play pick and roll with Thomas, and you're gonna pop here, okay? This defender is gonna help on that. Extra pass to the corner, okay? Já, nú það undir Dimitrios Konaras að koma sem í tveggja sókna leik, setur hann bæði vítin. Það fyrir þetta 2 hörður. Þetta er risastórt. Þessi víti hjá Dimitrios Konaras. Stærstu á leiktíðinni hingað til. Sjáum hvað er fáum hérna. Konaras með fyrra vítið. Stólarnir eiga séns. Konaras að senda víti. Stólarnir Eiríksson. 10 sekúndur eftir. Þetta er Dío Basil. Fer á hringinn. Finnur Giannis Akravannis sem er á tauguna. Giannis kastar á Arnar. Arnar 3, 2, Arnar með skotið. Klikkar og góð. Sensa, en virkilega flottur sigur hjá Álftísingum og svo eru heldur betur kallinu og mann fannst þeir einhvern veginn vera leiðandi allan leikinn. Þeir voru með leiðistu væri, þetta var þeirra leikur frá upphafi. Já, við sjáum hérna lokasókna og var þetta einhver villa, ég veit það ekki, við sjáum þetta aftur hérna. Giannis Akravannis kemur honum út og á vendingurinn enginn taka skoti fyrir Arnar tók þetta erfiða skot og
eiginlega ósáttur með að fá ekki vinduna. Við sáum að þeir sendu boltahindru fyrir bæði Beisúl og sem reyðast á körfuna og svo kom hann Janis hann beint á eftir en stóri strákurinn var hann undir og þeir þorðu ekki upp á mótunum. Já, hann lokaði öllum leiðum þarna og Álftnesingar vinna hér. Fyrsta skipti í leik í undanúrslitum í efstu deild karla og það er svo einlæg gleði hérna upp í stúku. Þetta skiptir þetta fólk svo miklu máli. Hafa náð þessum leik hrikalega mikilvægt. Stemmingin hérna er ótrúleg.